601. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn þriðjudaginn 15. desember 2020 klukkan 17 er hér með settur. Þessi fundur er fjarfundur og er honum strengt beint. Á fundinn eru mættir bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Margrét Sanders, Jóhann Friðriksson, Díana Hilmarsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Guðbrandur Einarsson, ásamt bæjarstjóra Kjartanum og Kjartansinni og Hrefnu Gunnarsdóttur sem ritar fundargerð. Það eru 9 mál á dagskrá fundarins. Þau eru fundargerð í Bæjarrás frá 3. og 10. desember. Númer 2, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. desember. Númer 3, fundargerð fræðsluráðs frá 4. desember. Númer 4, fundargerð velferðarráðs frá 9. desember. 5, fundargerð lýðheilsuráðs frá 10. desember. Númer 6, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 10. desember. Númer 7, lýðheilsustefna, síðari umræða. Númer 8, gjaldskrá 2021, síðari umræða. Og síðasti liður, númer 9, fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega Reykjanesstofnana 2021-2024. Og þetta er síðari umræða. Þá tökum við á dagskrá fyrsta mál fundarins. Það eru fundargerð í Bæjarrás frá 3. og 10. desember. En áður en ég gef orðið laust vil ég taka til afgreiðslu 10. mál í fundargerð frá 1298. fundi Bæjarrás sem haldinn var 10. desember síðastliðinn. Þetta varðar fundargerðir Íslendings EHF og útgáfu veðskuldabréfs vegna sölu á Víkingabraut númer 1. Í bæjarráði var eftirfarandi samþykkt. Bæjarráð samþykkir fundargerðir fyrir sitt leyti og samþykkir veðskuldabréf með veði í Víkingabraut 1 í Reykjanesbæ og sjálfskuldaábyrgð kaupanda. Málinu er vísað til endanlegrar afgreiðslu bæjarstjórnar 15. desember 2020. Orðið laust þennan lið. Það er enginn sem að kveða sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 10 eru beðin að gefa merki. Og hann er samþykktur 11-0 og þá gef ég orðið laust fundargerðir að öðru leyti. Anna Sigríður. Afsakið, ég gleymdi að taka niður hendina. Til að Margrét Sanders gerði svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það eru 2 mál sem komu fram á fundi Bæjarráðs númer 1298 sem ég langar að nefna. Það er í fyrsta lagi Sundmiðstöðin útisvæði. Þar kom erindi 10. desember ósk 15% aukningu á framkvæmd eða framkvæmd sem átti að kosta 200 milljónir en var verið að biðja auka heimild upp á 30 milljónir, bæði vegna þess að það þurfti að fara í viðhald og auk þess var verið að breyta stöðu rennibrautar og fleira. Og ágætis rök komið fram þarna, en það sem ástæðan fyrir að ég vek máls á þessu er meira kannski að við verðum öll saman hérna inni og við öll sem bæjarbúar að horfa til og sérstaklega við hjá bænum hvað getum við lært af þessu. Að það sé verið að flagga þessu erindi 5 dögum áður en að opna á Sundmiðstöðina og framkvæmdir hafa hafist. Það er eitthvað sem að ég myndi óska eftir að bæjarstjóri færi kannski sauman í
og það engum að kenna en miklu frekar að þessu sé flaggað fyrr og það sé farið í saumana og undirbúningsvinna undir svona verði það meiri ef að þörf eða af hverju gerist þetta svona og af hverju kemur þetta svona sent í bæjarráð. Að öðru leyti að þá vil ég lýsa yfir ánægju í fjórðamáli með lýsingu reiðstígs á Mánagrund. Þessi reiðstígur algjörlega í myrkri og mjög hættulegur og var ekki spurning hjá okkur að samþykkja þetta erindi. Það sem að ég ekki hestamanneskja og þekki lítið til og hef bara aflað mér upplýsingar núna, að þá undrast ég það að í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 þá kom þetta erindi aldrei fram. Aldrei. Ég hef ekki séð að þetta fór algjörlega fram hjá mér þá. Enda var verið að biðja heimild fyrir 10 milljón króna framkvæmd og taka það af fjárfestingum ársins sem ekki full nýttar. Þannig að þetta færsla á milli lykla og allt það og það vel. En sérstakt að þetta hef ekki komið þá á allavega áætlun áður og hafi þá verið aftur í röðinu og ekki samþykkt en af því að það gafst svigrúm að það hefði verið samþykkt. Og þetta líka vinnubrögð sem ég myndi vilja sjá að bæta. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Orðið laust. Það enginn sem kveður sér ljós sem fundargerðir bæjarráðs, ekki fleiri. Þeir sem samþykkt geta fundargerðir bæjarráðs. Guðbrandur, fyrirgefðu ég grípi fram í fyrir að ég var búin að biðja orðið. Fyrirgefðu, Margrét. Það ykkur alltaf að taka hendina mína niður. Já, fyrirgefðu, gerðu svo vel. Takk fyrir. Sjá. Já, virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég vil taka undir með Margréti Sanders að hvað varðar sundmiðstöðina, þessi 15% aukning og hækkun og hvað hún kemur seint inn á borð til okkar. Það sem maður þarf að gera eins og Margrét Sanders benti réttilega á að það þarf að læra eitthvað að þessu og við þurfum að fá góða greiningu og sú vinna þarf að fara í gang hvers vegna stendur á þessari viðbót. Eins og ég kom fram á, sem ég langar með að tala 5. mál, hvað var þetta reiðstíginn, eins og ég kom fram á bæjarráðsfundi síðast að þá fagna ég þessu og þetta mjög mikið öryggisdæmi að lýsa þetta upp og þá hægt að fara að nota þennan reiðstíg. Þetta búið að vera ótrúlega slysagildra og það kemur mér bara ótrúlega á óvart að það skuli ekki hafa orðið slys þarna á þessum reiðstíg, þannig að ég fagna því. Og síðan langar mér að koma undir 15. lið frá fundargerð bæjarráðs þann 10. desember, hvað var það fjárhagsáætlunina 2021-2024 og miðflokkurinn getur ekki samþykkt viðbót við fjárheimildir vegna fjárhagsáætlunina 2021 og mun því sitja hjá varðandi þennan lið í fundargerð bæjarráðs. Miðflokkurinn getur samþykkt alla liði við fjárheimildir nema lið númer 5 og 7 og ég óska þetta verði bókað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Margrét. Orðið laust. Margrét Sanders gerði svo vel. Forseti, þetta bara ábending eða spurning. Þurfum við ekki sérstaklega að samþykkja hlutafjáraukningu í Keili? Já, takk fyrir ábendinguna, Margrét. Ég held að það geti bara verið skýrara að samþykkja það sérstaklega. Þannig að við séum þá alveg hafin yfir allan vafa hvað það mál varðar. Þetta í fundargerð, þetta í seinni fundargerðinni. Áttunda mál. Þetta 8. mál. Og ég vil þá bara taka þann lið sérstaklega fyrir og gefa orðið laust hann ef einhver hefur á því að tjá sig þann lið áður en við tökum hann til afgreiðslu. Friðjón Einarsson gerði svo vel. Friðjón, þú ert á mute. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að nefna 2 atriði, annars vegar það
lýsing á mánagrund. Þetta verkefni hefur verið óskað eftir frá Hestamannafélaginu í nokkur ár en hefur ekki komist á dagskrá vegna mikilla fjárfestinga hjá sveitarfélaginu. En þeir höfðu síðan haft samband síðsumars og þá var ljóst að laust fé var eftir á fjárfestingarlyklum fyrir árið 2020 og þess vegna kemur þessi tillaga fram að fara í þetta verkefni. Það er engin önnur skýring á því, en þetta hefur lengi verið áhugamál þeirra hestamanna. Mér langar líka að nefna þess varðandi sundmiðstöðina út í svæði sem voru að vinna lengi í. Það hafa verið aðeins erfiðleikar í því verkefni og ég veit að menn eru að gera sitt besta en það er ýmis atriði sem erfitt var að skoða og vita fyrirfram sem veldur því að þessi kostnaður hefur aukist. Ég vildi bara taka það fram að þetta eru hlutir sem koma mun síðar fram. Annað verði ekki. Takk. Takk fyrir þetta, Friðjón. Jóhann Friðrik hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil nú bara taka undir þessa brýningu það að læra af því þegar við förum fram úr kostnaðaráætlunum. Við fengum ágætis kynningu og eins og bæjarfulltrúi Margrét Sanders myndist á, herra forseti, þá lágu góð rök fyrir málinu. Mér langar líka bara að benda á að bæjarbúum hlakka mikið til að komast í sund. Þetta bara ekki bara út af sóttvarnar ráðstöfunum sem vonandi nú verið að létta, heldur líka bara að nýta þessa frábæru aðstöðu sem verið að taka í gegn í sund miðstöðun okkar. Þannig að hvort sem að það eru ungir sem aldnir, þá held ég að þetta verði mikil bragarbót á þeirri aðstöðu sem þar er. Nú, það má svo sem tína ýmislegt til úr fundargerðum bæjarráðs svona undir lok árs. Heildina litið þá verði nú að nefna það að bæjarstjórn og bæjarráði að leiða ýmis mál til lykta núna á seinni hluta árs og að því sögðu þá sér maður þarna í þessum fundargerðum þar sem ítrekað hefur verið tekið til umræðu fjárhagsáætlun 2021. Það hefur auðvitað verið þungbært fyrir alla bæjarfulltrúa og starfsmenn bæjarins að fara í gegnum þennan skafl sem að COVID hefur verið á þessu ári. En við munum nú taka áætlunina til seinni umræðu seinna á þessum fundi. Nú, eðlilega lýsi ég mig vanhæfan í að taka ákvörðun varðandi málefni Keilis sem að mér skilst að forseti ætlar að taka sérstaklega til samþykktar á þessum fundi. Takk. Takk fyrir þetta, Jóhann. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Þú ert líka mjútaður, herra bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil vegna umræðu framúrkeyrslu í sundmiðstöðinni bara upplýsa bæjarfulltrúum það að þessi umræða þegar hafin breytt verklag eða flagga svona málum fyrr og við munum örugglega fara vel yfir það. Þetta gerist mjög sjaldan í verklegum framkvæmdum á vegum Reykjanesbæjar að við förum fram úr kostnaðaráætlunum. En þegar það gerist þá auðvitað eigum við að láta vita þið fyrir og það var vitað þennan kostnað fyrir nokkru síðan. Þannig að það hefði verið hægt að flagga þessu fyrr ef að bara við hefðum verið vakandi fyrir því. Þannig að takk fyrir brýninguna. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Orðalaust. Það er ekki fleiri sem að hafa kvatt sér ljós undir þessum lið og þá vil ég taka til afgreiðslu 8. lið sem er hlutafjáraukning í Keili og þessu samþykkt geta hlutafjáraukningu eru beðin að gefa merki. Það er samþykkt 11:0. Þá vil ég bera fundargerðir bæjarráðs. Forseti,
Jóhann tók ekki þátt. Það er 10. Jóhann tók ekki þátt, það verður bókað. Fyrirgefðu, þetta er 10-0. Og það verður bókað að Jóhann vilji sig vanhafinn í málinu. En þá tekið til afgreiðslu fundargerð bæjarráðs að öðru leyti. Þeir sem samþykkt geta fundargerð bæjarráðs eru beðin að gefa merki. Og þær eru samþykktar 11-0. Þá er komið að lið númer 2 sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. desember. Og þar erum við með 5 mál sem að þarfnast sérstakrar afgreiðslu. En það fyrsta sem þarf að afgreiða sérstaklega er mál númer 3 sem er Hafnagata 76. Og það er fyrirspurnuleyfi til breytingar á húsnæði. Orðið er laust 3. lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir 3. lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 3 eru beðin að gefa merki. Og hann er samþykktur 11-0. Og þá var það liðið númer 5 sem er skólavegur 3, orðið er laust og það er fyrirspurn breyting á bílskúr í íbúðarhúsnæði. Orðið er laust lið númer 5. Jóhann Friðrik. Nei, það er allar hendur konar niður, enginn sem að kveður sér ljós undir lið númer 5. Þeir sem geta samþykkt lið númer 5 eru beðin að gefa merki. Hann er samþykktur 11-0 og þá er það liður númer 8 sem er Flugvallabraut 937 og það varðar uppskiptingu á lóð og orðið er laust lið númer 8. Það er enginn sem kveður sér ljós undir lið númer 8. Þeir sem samþykkt geta lið númer 8 eru beðin að gefa merki. Og hann er samþykktur 11-0 og þá er það liðið númer 9 sem er Faxabraut 20, fjölgun íbúða. Þessi liður var áður á dagskrá á fundi 18. september og þá hafði þessum lið verið hafnað. En nýjir uppdrættir hafa verið lagðir fram og sem gerði það að verkum að húsnæði talið uppfylla þau skilyrði sem að sett eru vegna íbúðarhúsnæðis og því hefur erindi verið samþykkt í skráðinu, en orðið laust þennan lið. Ég veit ekki, það eru 2 hendur á lofti, ég veit ekki hvort að þær eru gamlar hendur eða splunkunýjar. Gunnar Þórarins, ertu að biðja orðið eða? Nei. Þá tökum við til afgreiðslu lið númer 9 sem Faxabraut 20, þessi samþykkta lið númer 9 eru beðin að gera merki. Og hann er samþykktur 11-0 og þá er það liður númer 10 sem varðar Njarðvíkurhöfn, skipulagslýsing og húsakönnun. Orðið er laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir lið númer 10, þeir sem samþykkt geta lið númer 10 eru beðin að gefa merki. Og liður númer 10 er samþykktur 11-0. Takk fyrir þetta og þá er fundargerð lögð hér fram að öðru leyti og orðið er laust fundargerðina. Baldur Guðmundsson. Nei. Hendin fór niður, þetta var gömul hendi. Það er enginn sem kveður sér ljós undir liðnum fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs eru beðin að gefa merki. Og hún er samþykkt 11-0, takk fyrir þetta.
Og þá komið að lið númer 3 sem fundargerð fræðsluráðs frá 4. desember. Orðið laust fundargerð fræðsluráðs. Díana Hilmarsdóttir. Takk fyrir. Ég gleymdi að taka nú í hendina en ætla hvort að tjá mig, þannig að þetta bara fínt. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðri gestir. Mér langar að koma aðeins upp undir lið númer 3 sem samþætting í þjónustu í þágu farsælda barna sem frumvarp frá félags- og barnamálaráðherra og ég fagna farsældarfrumvarpinu og bind miklar vonir við það í þágu framtíðarinnar og barnanna okkar og stefna Reykjanesbæjar að börnin séu mikilvægust, harmonerar vel við frumvarpið sem og snemmtæk íhlutun sem í meirihlutasamningnum okkar. Það þarf að vanda vel til verka og nota komandi ár til að móta og skipuleggja þar sem unnið verður þvert á svið og stofnanir. Það þarf að skilgreina þjónustuna, hver gerir hvað og slíkt. Þannig ég vil bara fagna þessu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Díana. Anna Sigríður Jóhannesdóttir, gerð svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, kemur undir lið 4 í fræðsluráði, niðurstöður samræmdu könnunarprófum. Við fengum að sjá niðurstöður úr samræmdu könnunarprófum úr yngsta stigi og miðstigi undir þessum lið, en unglingastig tók samræmdu prófin í mars á þessu ári, þannig að það var ekki verið að fara endilega yfir það á þessum tímapunkti. En ég veit að það á eftir að fara betur í niðurstöðurnar á öllum þessum prófum sem hafa verið tekin á þessu ári og mér langar bara aðeins að nefna það að fyrir nokkrum árum þá tókum okkur saman allir skólar á Suðurnesjum og fórum svona í markvissa vinnu með leikskólanum og við fórum í góða vinnu með nemendur, foreldrar og kennarar og náttúrulega bara fræðsluráð og allt bæjarfélagið saman og rifum í rauninu upp námsárangurinn og það var verið að rýna alltaf vel í samræmdu prófin. Og það svona kannski misjafna skoðanir fólks á hversu mikilvægt þessi próf eru frekar en einhver önnur próf. Eigum við kannski frekar að horfa í einhver önnur próf, erum við að fara eftir frekar niðurstöðum úr skólapúlsinum eða erum við að fara eftir niðurstöðum úr PISA eða einhverju öðru, hvað erum við að horfa í, hvað finnst okkur mikilvægt og hvernig sjáum við nú erum við að fjölga náttúrulega skólunum okkar og það að fjölga auðvitað börnum í bæjarfélaginu og það einnig líka, það má benda á að kannski samsetning bæjarbúa hefur breyst mikið á undanförnum árum og við erum með hátt hlutfall af börnum sem eru með 2 tungumál og kannski fleiri. Þannig að það þarf að rýna í marga þætti og mér langar að nefna að ég væri til að sjá allavega eftir næsta fræðsluráðsfund betri niðurstöður varðandi skólana og fara kannski að skoða kynjamunin, en hann hefur mikið verið í umræðinu á þessu ári, kynjamunur barna á menntun og við sjáum það líka bara á tölum og öðru í framhaldsskólum og háskólum á Íslandi. Og við þurfum að skoða þetta saman og athuga hvort að við séum á réttri leið, erum við að halda í árangurinn sem við náðum fyrir nokkrum árum eða er hann að fara niður á við, skoða þetta saman í rólegheitum og athuga hvað við getum gert. Ég verð allavega til að sjá það á nýju ári. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið laust. Það ekki fleiri sem kveða sér ljós undir fundargerð fræðsluráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerð fræðsluráðs frá 4. desember eru beðin að gefa merki. Og hún samþykkt 11.0. Þá komið að lið númer 4 sem fundargerð velferðarráðs frá 9. desember. Orðið laust. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gerðu svo vel. Sæll kæri forseti og bæjarfulltrúar. Mig langar bara aðeins að renna yfir það helsta sem kom fram á fundi velferðarráðs. En þar kom einnig fram, við fengum kynningu á frumvarpi félags- og barnamálaráðherra sem að Díana minntist á í fundargerð fræðsluráðs. En við fögnum þetta og bindum mikla vonir við frumvarpið varðandi það að samræma þjónustu í hag barna og síðast en ekki síst að taka í burtu hindranir í þágu barna.
Þannig að ef að við sjáum fram á breytta vinnu í tengslum við þetta, auki samráð og þá erum við mjög sátt við þetta. Þannig að vonandi gengur þetta hratt og vel og kemst í vegferð. Nú, hvað varðar fjárhagsaðstoðina, eins og þið hafið séð að þá kom í ljós að það náttúrulega hækkun milli mánaða eins og hefur verið, en við erum með fjárhagsaðstoð í nóvember 172 einstaklinga, en vorum með 103 í sama mánuði í fyrra, en við erum að sjá það að í október á þessu ári voru komnir fleiri á fjárhagsaðstoð heldur en á öllu árin í fyrra. Þannig að við erum að sjá þessa miklu aukningu í fjárhagsaðstoð og við erum að vonandi að fara að sjá breytt frumvarp tengt atvinnuleysi hjá ríkisstjórn, vonandi. Þannig að annars mun þessi tala hækka til muna mitt næsta ár eins og ég hef komið inn áður. En við fylgjumst með þessu og við erum að fara þétt yfir mælaborð velferðarþjónustunnar og ég vil líka bara þakka sviðsstjóranum henni Heru sem að standa sig alveg ótrúlega vel og öllu starfsfólki sviðsins sem að fara yfir allar tölur og anga og halda okkur upplýstum og þetta hellir en að vinna og við erum að vonast til að sjá fljótlega betri tíma, vonandi eftir áramót. Takk fyrir. Takk fyrir Guðný. Jóhann Friðrik. Nei, fyrirgefðu Jóhann, þú ert mjútaður. Já, ég hafa líka ekki góðu framburður í þessu sem ég fór með, herra forseti, en ég ætla að segja að þarna var gömul hendi uppi. Já. Ég fyrirgefðu það, takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri óskað til að fá taka til máls undir þessum lið. Þeir sem samþykkja þetta fundargerð velferðarráðs eru beðin að gefa merki. Og hann samþykktur 11.0. Þá var það fundargerð lýðheilsuráðs frá 10. desember. Orðið laust fundargerð lýðheilsuráðs og ég bið þá sem að ekki eru búin að taka niður hendi að gera það nú þegar svo við áttum að gráða þessu. Jóhann Friðrik, gerð svo vel. Já, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem að heima sitja og horfa. Það hefur gengið vel hjá lýðheilsuráði að koma sér saman hvers skal stefna í lýðheilsumálum og við komum til með að taka lýðheilsustefnuna til seinni umræðu hér síðar á fundinum. En lýðheilsuráð fór gaumgæfilega yfir allar athugasemdir sem hefur komið við stefnuna og gerðum við það á þessum fundi og kemur það fram í fundargerðinni. En mér langaði að minnast sérstaklega á einn þátt í fundargerðinni sem að snýr að hugmynd að skíðabraut, gönguskíðabraut í sveitarfélaginu sem verkefni sem hefur verið sett upp annars staðar, meðal annars í Heiðmörk og lýðheilsufulltrúar falið að vinna áfram af verkefninu. Þarna er að ræða braut sem getur þá nýst þeim sem að nýta sér þetta til heilsubótar og svona umræðurnar á fundinum voru þær að þetta gæti mögulega átt heima á Ásbrú. En það eru sannlega margir góðir staðir í Reykjanesbæ þar sem að gönguskíðabraut gæti verið áhugaverður kostur. Nú, í fundargerðinni er líka komið inn á kynningu sem var haldin fyrir okkur í Reykjanesbæ og Kópavogi og líka á Suðurlandinu varðandi framfaravogina. Framfaravog er mælikvarði verkefni sem við höfum tekið þátt í núna 2 ár í röð og ætlunin hjá lýðheilsuráði er að nýta upplýsingarnar úr framfaravoginni betur, bæði kynna okkur betur hvernig undirliggjandi mælikvarðar eru fundnir út og leggjum við þarna til að það verði samráðshópur settur saman með sem leiddur verður áfram af lýðheilsufulltrúa þess að fara svona í það að skoða hvaða markvís og aðgerðir við getum sett í gang til þess að gera betur í öllum þessum málaflokkum sem við erum að mæla með framfaravoginu. Það er nú ekki gert ráð fyrir því að það komi til neitt sérstakur kostnaður við þetta en það eru margir hæfir aðilar hjá Reykjanesbæ sem getur tekið þátt í svona vinnu og ætlast til að það verði gert þvert á svið.
Og ef það kemur til einhver sérstakur kostnaður út af því, þá verður það væntanlega með það koma inn á borð lýðheilsuráðs í framhaldinu. Og það smávægileg hækkun á milli ára í fjárhagsáætlun fyrir lýðheilsumál, en við vorum fyrst og fremst að rýna þarna það sem snýr að ráðinu og öllum þessum fjölmörgu verkefnum sem við höfum tekið þátt í á árinu, komum til með að taka þátt í á árinu 2021 einnig. En þarna ótalið allir hinnir ýmsu þættir sem að snúa að lýðheilsu í sveitarfélaginu, til að mynda betri stígar, íþrótta- og tómstundamál og ýmislegt annað sem sannarlega er tengt lýðheilsu. En þarna vorum við fyrst og fremst að fókusa á sviðið sjálft og þau verkefni sem við höfum tekið þátt í. Má þar meðal annars nefna öll þessi átaksverkefni sem farið í frá mánuði til mánaðar og ekki síst heilsuvikun okkar sem hefur heppnast frábærlega og vænti ég þess að það verði góð þáttaka á árinu 2001 í þeim fjölmörgu verkefnum eins og hefur verið hingað til. Nú þetta nú svona það markverðasta herra forseti úr fundargerð lýðheilsuráðs og hlakka ég til að samþykkja í seinni umræðu hér seinna á fundinum lýðheilsustefnu fyrir sveitarfélagið í fyrsta sinn. Takk. Takk fyrir þetta, Jóhann. Anna Sigríður Jóhannsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Já, ég kem inn undir lið 1 lýðheilsustefnuna og ég vil bara þakka öllum nefndarmönnum í ráðum fyrir svona góðar ábendingar varðandi stefnuna og það var sérstaklega ánægjulegt að sjá líka ákveðna markhópa í Reykjanesbæ sem að vilja fá meiri aðgang að íþróttamannvirkjum og fleira í bænum. Ég held kannski að væri nóg af íþróttamannvirkjum og allir geti haft bara góðan aðgang að þeim, en það virðist bara vera, þau eru umsetin og það jafnvel erfitt að fá tíma, kannski á þeim tíma dagsins sem fólk óskar eftir fyrir ákveðna greinar, íþróttagreinar. En við viljum jú kalla okkur íþróttabæ og hafa nóg í boði og þá einmitt máli númer 2 gönguskíðasvæði. Mjög skemmtilegt og ég vil bara þakka bæjarbúum fyrir að hafa komið með þessa ábendingu því að það nefnilega þannig að allir bæjarbúar eru þáttakendur í því að gera Reykjanesbær að heilsueflandi samfélagi og að fá hugmyndir frá bæjarbúum hvernig við getum bara ýtt undir hreyfingu, útivist og sérstaklega eins og núna á þeim tíma þar sem að allar líkamsræktarstöðvarnar eru lokaðar og þá náttúrulega ekki hægt að framkvæma þetta nema bara með því að bíða eftir snjónum. En ég held að þetta væri mjög skemmtilegt og margir myndu nýta sér að fá spor í snjóinn til þess að æfa sig á gönguskíðum. Svo langar mig aðeins að nefna mál númer 4. En Guðrún Magnúsdóttir lýðheilsufulltrúi fór yfir rannsókn frá embætti landlæknis á líðan þjóðarinnar á tímum COVID-19. Kom mér á óvart hversu mikill kynjamunur var í líðan en konur virðast finna meira fyrir vanlíðan í COVID heldur karlar. Ég veit ekki alveg skýringuna á þessu en þetta var töluvert mikill munur. Og svo var það 5. mál sem ég langaði aðeins að nefna. Ég hef talað það áður með framfaravogina að það er mjög mikilvægt eins og við ræddum frekar mikið þessar rannsókn þar sem að við mikilvægt að við vinnum með niðurstöðurnar og það er gríðarlega mikilvægt að öll ráðin sem koma að í rauninni framfaravogin eða þáttunum sem koma að framfaravoginni að þau séu þátttakendur í því að vinna með niðurstöðurnar. Mörg málin snúa að menntun, önnur snúa að umhverfinu og fleira, heilsu og öðru. Þannig að við ætlum að taka það föstum tökum á nýja ári og skoða og vinna með niðurstöðurnar. Takk. Takk fyrir þetta, Jóhann Friðrik. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er eitt sem að mér ljáðist að nefna áðan þegar ég tók til máls og það var þessi stóra samfélagsrannsókn sem að núna er verið að fara í Reykjanesbæ og fékk styrkur fyrir á árinu. Og við tókum þetta til lýðheilsuráðs til umræðu hvernig við gætum
reynt að kalla fram í þessari stóru könnun hug bæjarbúa til nærumhverfisins, þá fyrst og fremst hvort að upplifun bæjarbúa sé sú að þeirra nærumhverfi sé heilsueflandi. Og ég held að sé mjög mikilvægt að þessi rannsókn heppnist vel og það verður mjög gagnlegt að rýna í þær upplýsingar þegar gögnin koma til okkar væntanlega einhvern tímann á næsta ári. Það nefnilega oft þannig að upplifun kjörinna fulltrúa eða eftir atvikum einstakra hópa endurspeglar ekkert alltaf allt samfélagið okkar. Og það sjáum við svolítið í þeim athugasemdum sem við fengum þó allar hafi nú verið jákvæðar við lýðheilsustefnuna. Það eðlilegt og gott að spyrja fólk á öllum aldri af öllum kynjum, maður segir öllum kynjum í dag og fá svona þeirra upplifun á það hvort að þau sé að upplifa sveitarfélagið sitt sem heilsueflandi. Í kjölfarið á því hægt að vinna þá sérstaklega á afmörkuðum þáttum til þess að reyna að bæta byggða umhverfi enn betur og þetta fer án efa eftir hvar fólk býr og í hvaða hverfum það býr og í hvers konar samfélagslegum hópum það er. En þetta mikið fagnaðarefni og ég veit að starfsmenn Reykjanesbæjar að vinna hörðum höndum að þessari rannsókn og búið að fá fagaðilega að henni. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig niðurstaðan verður á nýja ári. Takk. Forseti, þú ert mjútaður, forseti. Fyrirgefðu. Það hafa ekki fleiri hvassir ljós undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 5 fundargerð lýðheilsuráðs eru beðin að gefa merki. Takk fyrir þetta, hann samþykktur 11-0. Þá komið að lið númer 6 sem fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 10. desember. Orðið laust. Og ég vil biðja alla að taka niður hendur sem voru að greiða atkvæði. Gunnar Þórarinsson, ertu að biðja orðið? Nei. Það enginn sem að kveða sér ljós undir lið númer Kjartan Már, bæjarstjóri, gerðu svo vel. Forseti, fyrst að enginn hefur hvatt sér ljós undir fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar, þá vil ég bara svona í ljósi umræðunar í dag eða erindi sem að við fengum í gær og var til umfjöllunar í fjölmiðlum í morgun þessa framkvæmd sem fyrirhuguð í Njarðvíkurhöfn, að þá rétt bara að upplýsa bæjarfulltrúa það að þessi varnargarður sem að þar ætlunin að reisa og gera fyrir löngu komin á dagskrá í kjölfar stefnumótunar sem að unnin var af stjórn Reykjaneshafnar og kynnt í bæjarstjórn og við mótmælum því og það hreinlega rangt af þeim sem halda því fram að það sé verið að fara í þessa aðgerð vegna frumkvæðis skipasmíðastöðvar Njarðvíkur. Þessi garður hefur verið á dagskrá nokkuð skeið. Við höfum ekki getað sett fullan þunga í það fyrir nú þegar við höfum verið að þingi hefur óskað eftir því við okkur oftar en einu sinni, oftar en tvisvar að við værum með fá mál en værum fókuseruð í þeim málum sem við höfum rætt við þingið og í hafnarmálum höfum við eins og þið vitið og öllum ljóst aðalega verið að einbeita okkur að málefnum Helguvíkur og þess svæðis undanfarin ár en ákváðum núna að skiptum fókus og fórum í þetta verkefni í Njarðvíkurhöfn og bæjarstjórn og þingmenn og allir hafa verið samtaka í því og það virðist vera að skila árangri en það ekki til þess að þóknast eða þjóna hagsmunum einkafyrirtækis eða skipasmíðastöðvar Njarðvíkur eingöngu heldur þetta fyrst og fremst sjóvörn og sjóvarnaraðgerð sem að síðan leiðir þá af sér mögulega einhvers konar og margvíslega uppbyggingu innan svæðisins.
Vildi bara taka þetta fram. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Jóhann Friðrik. Herra forseti, að gefnu tilefni, þá langar mig líka að koma aðeins inn á þetta sem að bæjarstjóri nefndi. Mér skilst að það hefur birst grein í fréttablöðum í dag að mér skilst. Ég hef nú reyndar ekki séð hana en hef frétt af henni. Það sem verið að láta því veðri vaka að þarna séum einhvers konar ríkisstyrk að ræða við einhver einstök fyrirtæki. Mér finnst náttúrulega og verða að láta það koma hér fram á bæjarstjórnarfundi að það kemur mér spánst fyrir sjónir. Hafnar framkvæmdir og að betrum bæta sjóvarnargarða og hafnir þá væntanlega ríkisstyrkur til hvers einasta aðila sem að leggur sín skip að höfnum á landinu. Og ég hef nú ekki þann skilning á þessum framkvæmdum. Það breytir ekki því að ég vona innilega að þau fyrirtæki sem eru hér í sveitarfélaginu geti nýtt hafnarmannvirkin okkur sem best. Bæði til þess að fjölga hér störfum, skapa atvinnu á svæðinu og taka við nýjum verkefnum. Sveitarfélagið mun alltaf taka vel í það að styðja slíkt frumkvæði og ég vona að ríki og allir aðrir geri það líka. Bara svo að það sé nú alveg á kristaltæru. Hér í Reykjanesbæ 20% atvinnuleysi eins og staðan núna, það mesta í sögunni og það mun taka okkur einhver tíma að vinna okkur út úr því og það má alveg til sannsvegar færa að partur af svo miklu atvinnuleysi hér sé einhæfni, þar að segja við séum með ekki nógu fjölbreyttan strúktúr í atvinnulífinu hjá okkur. Við vorum einu sinni mjög öflugur útgerðarbær, Reykjanesbær, bæði Keflavík og Njarðvík. Það hefur breyst í gegnum tíðina. Við situm ekki við sama borð og mörg önnur sveitarfélög sem eru með mjög öfluga útgerð. Velta jafnvel tugum milljarða króna í gegnum þá þjónustu sem að því tengist. Það má til dæmis nefna Akureyri í því sambandi. Það öflug útgerð og auðvitað bara fagna í því og vonast til þess að öll þau sveitarfélög í kringum landið sem að búa að öflugum hafnarmannvirkjum nái að nýta þau sem best. Að þessu sögðu þá allt tal einhvers konar sértækan ríkisstuðning í þessu tilliti vísa ég bara til föðurhúsana. Takk. Takk fyrir þetta. Bæjarstjóri, varstu að biðja um orðið aftur? Nei. Takk fyrir. Það hafa ekki fleiri kvartsins ljós undir þessum lið. Þessi samþykkt geta lið nr. 6 eða fundargerðarstjórnar Reykjaneshafnar eru beðin um gefamerki. Hann samþykktur 11-0 og þá komið að lið nr. 7 sem lýðheilsustefna og það mun vera síðari umræða og ég ætla að gefa formanni lýðheilsuráðs orðið Jóhann Friðrik gerði svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér kemur lýðheilsustefna Reykjanesbæjar til annarrar umræðu. Ráðið hefur farið vel yfir allar þær athugasemdir og tekið tillit til þeirra athugasemdir sem komið frá nefndum og ráðum sveitarfélagsins og það okkar samdóma álit í ráðinu að hún sé bæði vel úr garði gerð og líklega til árangurs. Framhaldinu höldum við áfram með þá vinnu sem að snýra aðgerðaráætlun og vonast ég til þess að þetta verði til gæfu fyrir alla bæjarbúa að Reykjanesbær taki svo afgerandi stefnu í lýðheilsumálum enda ef eitthvað hefur kennt okkur hversu mikilvæg heilsan okkar þá það þetta ástand sem hefur blasað við okkur og við erum að komast vonandi í gegnum árinu 2020. Að þessu sögðu, herra forseti, þá vonast ég til þess að vel verið tekið í stefnuna og hún samþykkt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóhann. Díana Hilmarsdóttir, gerðu svo vel.
Takk fyrir, herra forseti. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Mig langar að byrja því að hrósa lýðheilsuráði fyrir vinnslu á lýðheilsustefnunni. Er að ræða stutta, hnitmiðaða og vel framsetta stefnu. Ég er mjög ánægð með að allar nefndir og ráð hefði fengið hana til yfirlesturs og haft möguleika á að leggja hönd á plóg. Ég fínisera hana því að betur sjá auga en auga. Ég bíð spennt eftir aðgerðaáætlun út frá stefnunni enda ekki vanþörf á, sérstaklega þessum fordæmalausu tímum að huga að bæði andlegri og líkamlegri líðan og heilsu okkar íbúa sem vonandi sér fyrir endan á núna á nýju ári og að við getum farið að byggja upp samfélagið okkur á nýjan leik. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Díana. Guðný Birna, gerðu svo vel. Já, takk herra forseti og kæru bæjarfulltrúar. Ég vil bara einnig koma að ánægju minni með þessa stefnu og hún segir allt sem segja þarf, hún ekki langloka og ég tala nú ekki fyrst að kemur aðgerðaáætlun henni samhliða sem við getum unnið eftir. Ég vil bara ítreka það hversu ánægju ég með þetta lýðheilsuráð sem að ráðast á þetta málefni, lýðheilsun okkar og hvernig við getum betur bætt heilsun okkar og forvarnir. Og sér í lagi bara þessi góða ákvörðun okkar að ráða inn lýðheilsufulltrúa til að taka þessum málum föstum tökum hjá okkur í bæjarfélaginu. Þetta reynst okkur gjöfult og vel og bara áfram leiðin og ég mjög ánægð með þetta. Bara takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðný. Það hafa ekki fleiri kvaðsiljós undir þessum lið. Anna Sigríður Jóhannesdóttir, gerðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar, bara örstutt hérna. Ég vil bara þakka öllum í lýðheilsuráði fyrir góða vinnu og mig langar að þakka líka stýrihópnum fyrir að hafa tekið þátt í þessu og boðist þið fram bara sjálfboðalegir til að taka þátt í að efla heilsu allra bæjarbúa og eins og Guðný Birna nefndi þá og Díana að við erum að vinna að aðgerðaáætlun til þess að snúa beint að þessum þáttum og ég held ég að nefnda einu sinni áður að þetta lýðheilsustefna sem lifandi plagg sem getur breyst ár frá ári og lýðheilsuráð hefur komist að þeirri niðurstöðu að best að vinna með þá þætti sem koma fram frá embætti landlæknis sem snúa að lýðheilsu vísunum sem koma út einu sinni ári. Það eru þættir sem snúa að öllum Suðurnesjum og þá líka mikilvægt fyrir okkur að vera í góðu samstarfi við hinn sveitarfélögin á Suðurnesjum og okkar lýðheilsufulltrúi að vinna með þeim að mörgum góðum málum sem snúa að heilsu allra íbúa á Suðurnesjum. Takk. Takk fyrir þetta. Þá mælendaskrá tæmd og við tökum þennan lið til afgreiðslu. Þeir sem samþykkt geta fyrirliggjandi lýðheilsustefnu eru beðin að gefa merki. Takk fyrir þetta ágætu bæjarfulltrúar. Þá erum við komið með lýðheilsustefnu í fyrsta skipti fyrir sveitarfélagið. Til hamingju með það. En þá komið að lið númer 8 sem gjaldskrá fyrir árið 2021. Síðari umræða og það eru 2 hendur á lofti. Ég veit ekki hvort þetta eru nýjar eða gamlar. Kjartan Már, bæjarstjóri, gerðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já, það svo sem ekkert við þetta bæta. Þetta nákvæmlega sama gjaldskrá og lögð var fram til fyrri umræðu hér á síðasta bæjarstjórnarfundi þann 1. desember síðastliðinn og hún óbreytt. Takk fyrir það. Það engin annar sem hefur kvaðsið ljósinn til þessu lið. Þeir sem samþykkt geta fyrirliggjandi gjaldskrá fyrir árið 2021 eru beðin að gefa merki. Og hún þá samþykkt með samþykkt 11.0. Takk fyrir þetta og þá það síðasti liður á dagskrá sem fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega stofnana fyrir árið 2021 til 2024 og það seinni umræða líka og bæjarstjóri hefur óskað eftir að fá að taka til máls.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, nú hér lögð fram til annarar umræðu og vonandi afgreiðslu fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir næsta ár 2021 og svo 3 ár þar á eftir, 2022 til 2024. En eins og gjaldskráin sem að ég minntist aðeins á áðan, þá var fyrri umræða þessa fjárhagsáætlun og dagskrá bæjarstjórnar á síðasta fundi þann 1. desember 2020 sem var jafnframt 600. fundur bæjarstjórnar. Fjárhagsáætlunin hún samanstendur af A-hluta bæjarsjóðs og samstæðu A- og B-hluta, en til samstæðunar teljast auk bæjarsjóðs B-hlutastofnanir sem reknar eru sem sérstakar einingar og sveitarfélagið á meiri hluta í eða að öllu leyti eins og til dæmis HS Veitur, Reykjaneshöfn, Fráveita Reykjanesbæjar og fleiri slíkar. Í áætluninni eru heildartekjur og heildarútgjöld áætluð út frá forsendum sem samþykktar hafa verið og taka mið af þjóðhagsspá, spá fjármálastofnana vaxta og verðbólguþróun, ásamt spá atvinnuleysi Vinnumálastofnunar, svo eitthvað sé nefnt. En margar breytur hafa áhrif á áætlunargerðina. Þær forsendur sem hafa mest áhrif á áætlunina eru neysluvísitala, íbúaþróun, launavísitala og spá atvinnuleysi. Atvinnuleysi hefur bæði mikil áhrif á spá útvarpstekjur en einnig á framlög frá jöfnunarsjóði. Þar sem skráð atvinnuleysi í dag í Reykjanesbæ nemur 22%, er viðbúið að árið 2021 verði áfram tekjuskerðing hjá sveitarfélaginu, en bóluefni við COVID-19 heimsfaraldri vekur vonur hraðari viðsnúningi í atvinnulífinu. Áhrif heimsfaraldurs hefur torvelda gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021 til 2024 þegar tekið mið af framansögðu. Og ekki bara hjá Reykjanesbæ heldur langflestum sveitarfélögum landsins. Gjaldskrá fyrir árið 2021 hækkar að meðaltali 2,5% milli ára. Álagningarhlutfall fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði í C-flokki var lækkað úr 1,6% í 1,52% af fasteignamati til að mæta raunhækkun fasteignaskatts á lögaðila þar sem áætlað að fasteignamat fasteigna í C-flokki muni hækka á árinu 2021. Helstu niðurstöður áætlunarinnar eru þær að gert ráð fyrir að tekjur bæjarsjóðs lækki á milli áranna 2020 og 2021 200 milljónir króna en rekstrarkostnaðar hækki 1200 milljónir króna. Helstu ástæður eru samningsbundnar launahækkanir en líka aukin útgjöld meðal annars vegna erfiðs atvinnuástands. Að teknu tilliti til afskrifta og fjármagnsgjalda er gert ráð fyrir að bæjarsjóður verði rekinn með 2500 milljón króna halla en samstæða A- og B-hluta með samtals 2000 milljóna króna halla árið 2021. Gert ráð fyrir að skuldaviðmið samstæðunnar hækki en verði áfram innan lögboðanna 150% af marka og að veltufjárhlutfall bæjarsjóðs verði 0,78. Þá er gert ráð fyrir að ráðist verði í margvíslegar framkvæmdir 2021 til viðbóta við árlegt viðhald fasteigna og gatnakerfis eru nokkur stærri verkefni á döfinni. Á það nefna nýframkvæmd á íþróttahúsi og sundlaug við Stapaskóla, fyrsta áfanga, nýtt hjúkrunarheimili, nýja hreinsistöð, fráveitu og framkvæmdir og uppbyggingu við Njarðvíkurhöfn eins og áður hefur komið fram á þessum fundi. En ef við listum upp þessar helstu fjárfestingar á árinu 2021 þá er það sem sagt Stapaskóli, íþróttahús og sundlaug fyrsti áfangi 650 milljónir króna. Framkvæmdir í Njarðvíkurhöfn, okkar hlutur 189 milljónir króna sem verður greiddur eftir að framlag hefur verið staðfest frá ríkinu. Nýtt hjúkrunarheimili við áætlum að framkvæmdir á næsta ári kosti okkur 100 milljónir. Viðbygging við Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem er í gangi muni kosta okkur 20 milljónir króna á næsta ári. Að ljúka framkvæmdir við gervigrashöll við Reykjaneshöll 100 milljónir og ýmis verkefni í heilsustígum og umhverfismálum 150 milljónir
önnur verkefni 80 milljónir króna. Stefnumörkun Reykjanesbæjar til ársins 2030 sem ber yfirskriftina Í krafti fjölbreytileikans samanstendur af 6 megináherslum og 11 aðgerðum fyrir árin 2020 og 2021. Má það nefna innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, áframhaldandi stuðning við fjölþætta heilsueflingu 65 ára eldri eða Janusarverkefnið sem oftast nefnt svo, áframhaldandi uppbyggingu íþróttamannvirkja, fyrirhugaðar framkvæmdir í Njarðvíkurhöfn og margt fleira. Nánar má lesa stefnuna og gildin og þessar aðgerðir á heimasíðu sveitarfélagsins. Í lok árs 2021 verða svo skilgreindar nýjar aðgerðir fyrir næstu 2 ár og svo koll af kolli. Nú, virðulegur forseti, ég legg þessa fjárhagsáætlun til annarar umræðu hér í bæjarstjórn, en áður við gerum það þá rétt að gera grein aðeins fyrir þeim breytingum sem hafa orðið á áætluninni á milli ára og voru samþykktar í bæjarráði í síðustu viku. Fyrst vil ég nefna þar fjárfestingar upp á 15 milljónir króna á næsta ári en 60 milljónir alls á næstu 4 árum til kaupa og uppsetningar á öryggismyndavélum í skólum sveitarfélagsins sem að óskað hefur verið eftir af bæði foreldrum og skólafólki. Og önnur fjárfesting sem eru 2 díselrafstöðvar sem ætlunin að nýta sem við vonum náttúrulega við þurfum ekki, en ef við skildum þurfa að opna fjöldahjálparstöð eða stöðvar, þá teljum við nauðsynlegt að sveitarfélagið hafi yfir að ráða slíkum tækjum og sem við getum þá tengt við til dæmis íþróttahúsið Sunnubraut ef svo illa vill til að bæði rafmagn og til dæmis hiti fara á húsinu í einhverjum þeim hamförum sem að náttúran á til að grípa og bjóða okkur upp á. Nú, þá gert ráð fyrir 30 milljónum króna í þessari viðbót sem að ætlunin að nýta til MPA-samninga og 30 milljónir á ári næstu 4 árin. Nú, að ljúka sögu Keflavíkur sem að samþykkt var í 2019 að fara í einróma í bæjarráði og það þá saga Keflavíkur frá árunum 1949 til 1994. Sú vinna á fullu og við gerum ráð fyrir að það kosti 21 milljón króna að vinna þá vinnu á árinu 2021 og svo lýkur þessari vinnu árið 2022 og áætlum að það kosti þá 6 milljónir á því herrans ári. Tómstundabíl til að tengja saman skóla yngstu nemendur í grunnskólum við tómstundur og íþróttur og frístundir sem ætlunin að setja af stað næsta haust, en kosta 15 milljónir króna og svo 25 milljónir á ári eftir það og síðan nýtt stöðugildi inn í hagdeildina til þess að styðja og styrkja með sérstakri áherslu á fræðslu svið og velferðarsvið sem eru langstærstu málaflokkarnir okkar, eins og þið vitið, og það alltaf að það muni kosta með launatengdu gjöldum 12 milljónir króna ári næstu 4 árin. Nú að þetta eru breytingarnar sem hafa verið gerðar á áætluninni frá fyrri umræðu og síðasta fundi og ég legg þetta fram hér til umræðu afgreiðslu herra forseti og að sjálfsögðu tilbúinn að svara en líka hér með fjármálastjóra og deildarstjóra reikningshalds okkur til hals og trausts ef eitthvað Takk fyrir. Forseti, þú mjútaður. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri fyrirgefið þetta. Ég gerir ráð fyrir að ykkur vilji taka til máls og orðið laust. Margrét Sanders gerir svo vel. Og þetta að ganga, Margrét mín, þú ert í mjútuð. Ég var nú að vera í klúbbnum, ég sé það. Það forseti,
bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það snúið að setja saman fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. En það eitt sem vitað í efnahagslífinu núna á þessum dögum að það óvissa framundan. Fjárhagsáætlunin lítast því náttúrulega að mjög erfiðu efnahagsástandi í kjölfar heimsfaraldurs og við sjálfstæðismenn viljum þakka starfsfólki bæjarins fyrir þá vinnu sem farið hefur verið í undirbúning á fjárhagsáætluninni og þau hafa ekki verið öfundsverð. En fjárhagsáætlunin lögð fram og fyrir bæjarsjóð árið 2021 gert ráð fyrir tæplega 2,5 milljarða tapi. Áætlað að tekjurnar lækki 224 milljónir og laun og launatengd gjöld hækki 7,4% og það meðal annars vegna samningsbundinna launahækkana og síðan annar rekstrakostnaður að hækka 11,7%. Og fyrir ykkur sem að hlusta að þá annar rekstrakostnaður að þar inni af því að bæjarstjóri fór vel yfir helstu liði í fjárhagsáætlun að þar inni að sjálfsögðu ekki fjárfestingarnar og sem að verið að spýta í vegna efnahagsástandsins. Ef að heimilisbókhald væri að ræða að þá hefði maður haldið að eða allavega á venjulegum heimilum þá reyna menn að draga úr kostnaði eins og hægt En það eins og við höfum sagt snúið þegar sveitarfélag að ræða og við komum fram með það í okkar bókun að það snúið að beita hagræðingaraðgerðum á þess að til uppsagna komi og við erum ekkert vissum að það sé endilega rétta leiðin akkúrat núna en við ítrekum að það mjög mikilvægt að beita aðhaldi í rekstri en ekki auka annar rekstrakostnað. Og við vitum alveg og við gerum okkur algjörlega grein fyrir því að það kostnaður við fjárhagsaðstoð og fleira sem tengist þessu atvinnuleysi og löngu atvinnuleysi en þrátt fyrir það þá mikil vonbrigði annar rekstrakostnaður sé þetta hár. Það hefur verið mikil samstaða í bæjarstjórn vegna ákveðnar atvinnuuppbyggingar og mér brá það sem voru að segja áðan að aðilar sem nú komin einhver samkeppni væntanlega á milli landshluta að menn að halda það að framkvæmdir við Njarðvíkurhöfn séu eingöngu vegna eins fyrirtækis. Hversu galið það? Reykjanesbær myndi aldrei fara í svona framkvæmd og hefur ekki peninga til þess ef það væri eingöngu. Og mér fannst einmitt gott það sem kom fram hjá bæjarfulltrúum áðan að nefna það að sjálfsögðu verið að hugsa þarna höfnina fyrst og fremst og þetta algjörlega nauðsynleg framkvæmd og var á samgönguáætlun en henni þessu flýtt. Það væri ánægjulegt að væri meiri samstaða almennt hjá meirihluta og minnihluta eins og hún hefur verið með atvinnuuppbyggingarverkefni og verkefni þegar við höfum verið að sækja ríkissjóði. En því miður það ekki. Sjálfstæðismenn leggja fram bókun vegna fjárhagsáætlunar og ég ætla að lesa hana með leyfi forseta hér. Sú fjárhagsáætlun sem nú lögð fram fyrir næsta ár litast mjög að erfiðu efnahagsástandi í kjölfar heimsfaraldurs. Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir bæjarsjóð árið 2021 gerir ráð fyrir tæplega 2,5 milljarða tapi. Áætlað að tekjur lækki 224 milljónir, laun og launatengd gjöld hækki 7,4%, meðal annars vegna samningsbundinna launahækkana og annar rekstrakostnaður hækki 11,7%. Sitjandi meirihluti gaf minnihlutanum tækifæri á að sitja kynningar stjórnenda bæjarins við undirbúning fjárhagsáætlunar og þakka bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ fyrir þá frumraun. Eftir þá yfirferð þótti meirihlutanum ekki tilefni til að draga úr kostnaði og áætluð hækkun kostnaðar eins og kemur fram hér á undan. Allar hugmyndir sem Sjálfstæðisflokkurinn ásamt öðrum í minnihluta hafa viðrað, hafa verið slegnar út af borðinu og því teljum við að ekki sé grundvallur til að koma með beinar tillögur
lækkun á kostnaði. Sjálfstæðisflokkurinn hefur margoft bent á óhagræði í því skipulagi sem meirihlutinn kom á með fjölgun yfirmanna, fjölgun nefnda og fjölgun nýrra stöðugilda sem hafa aukið kostnað og óskilvirkni. Reykjanesbær hefur stækkað mikið sem sveitarfélag á undanfarnum árum, íbúum fjölgað og tekjur aukist gríðarlega. Hið sorglega að stækkunin hefur ekki skilað sér í auknu hagræði fyrir bæjarbúa. Frá 1. desember 2014 eða frá því að nýr meirihluti tók við af sjálfstæðismönnum og fyrir skipulagsbreytingarnar urðu hjá nýjum meirihluta hefur stöðugildum í Reykjanesbæ fjölgað 260 eða 38% á sama tíma og bæjarbúum hefur fjölgað 35,5%. Rétt að geta þess að einungis 20% fjölgun hefur verið af börnum í grunnskólum bæjarins á sama tíma. Í erfiðu atvinnuástandi snúið að beita hagræðingaraðgerðum án þess að til uppsagna komi, en nauðsynlegt að beita aðhaldi í rekstri en ekki auka annan rekstrakostnað. Og undir þetta rita Margrét Sandes, Baldur Guðmundsson og Anna Sigríður Jóhannesdóttir og bókunin hefur verið send á ritara. Ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir þetta. Orðið laust. Margrét Þórólfsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég ætla að vera hér með bókun og fá að lesa hana með leyfi forseta. Takk. Fjárhagsáætlunin ber þess merki að tekjufall bæjarsjóðs mikið á sama tíma og útgjöld hafa aukist. Kórónuveirufaraldurinn hefur haft mikil áhrif á stöðuna eins og mörg önnur sveitarfélög. Hallinn á næsta ári verulega eða 2,5 milljarðar króna. Undir þessum kringumstæðum nauðsynlegt að hagræða í rekstri bæjarins eins og mögulegt án þess að til uppsagna þurfi að koma. Meirihlutinn tók tillögu Miðflokksins hagræðingu í stjórnsýslunni sem hefur blásið út fálega. Undirritið þurfti að sitja undir hreinum ósannindum og dylgjum af hálfu bæjarstjóra og bæjarfulltrúa meirihlutans vegna málsins. Framkoma bæjarstjóra sem ráðinn embættismaður í garð undirritaðar sem kjörinn fulltrúi að gæta hagsmuna útvarpsgreiðanda umhugsunarefni. Fjármálastjórnun bæjarins fyrir kórónuveirufaraldurinn einkennist af útgjaldaraukningu sem ekki reyndist innistæða fyrir. Þannig var hækkun launum sviðsstjóra fyrir árið síðan 122.000 krónur á mánuði sem köld vatnsgusa í andlit almenna starfsmanna bæjarins og sýndi best hvar forgangsröðun meirihlutans liggur á sama tíma og þeir felldu tillögu Miðflokksins gjaldfrjálsar skólamáltíðir sem skiptir margar fjölskyldur verulega miklu máli og ekki síst núna þegar atvinnuleysið verulegt sem mikið áhyggjuefni. Halda þarf vel á fjármálum bæjarins á næstu mánuðum og gangi nýjustu spár hagvöxt og atvinnuleysi eftir sem meirihluti vildi ekki horfa til vinnu sinnar hvað varðar áætlunina, má ljóst vera að rekstur bæjarins í járnum. Vanhugsaðar ákvarðanir og valdahroki endurspegla vinnubrögð meirihluta Framsóknar, Samfylkingar og beinna leiðar. Miðflokkurinn greiðir ekki atkvæði og ég óska að þetta verði bókað. Takk fyrir þetta, Margrét. Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrir hönd meirihlutans þá ætla ég að fá að lesa þetta bókun með leyfi forseta. En takk fyrir. En áður ég gera það þá verð ég nú að segja það að kemur aðeins óvart orð fulltrúa minnihlutans erfiðleika í samskiptum okkur varðandi fjárhagsáætlunargerðina. Það hefur ýmislegt verið rætt og ritað fjárhagsáætlunina næsta árs og næstu ára
en við höfum óskað eftir því að það tillögur sem minnihlutinn hafði fram að færa væru lagðar fram skriflega, en við því hefur aldrei verið orðið og og það miður. Ég hefði gjarnan viljað fá tillögur inn í fjárhagsáætlun þar sem greint var frá hvernig fólk vildi færa fjármuni frá einum lykli yfir á annan. Það er að segja, ef menn vilja niðurgreiða mat, hvar ættum við að fá þá fjármuni, hvort við að taka þá á láni eða skera niður annars staðar. En við því varð aldrei, því miður. Og það er ekki góð vinna þegar menn eru að gagnrýna meirihlutann fyrir ekki góða vinnu í þessum málum. Og þá finnst mér það ansi sérstakt þegar sömu aðilar hafa ekki lagt fram raunhæfar tillögur á þessu leyti. En forseti, þegar rýnt í fjölgun stöðugilda hjá Reykjanesbæ frá árinu 2014 til 2020 þá kemur ýmislegt áhugavert í ljós. Íbúum Reykjanesbæjar hefur á þessu tímabili fjölgað úr 14.525 í 19.678 eða 5.154 sem meira en heildarfjöldi allra íbúa í Grindavík svo dæmi sé tekið. Þessi mikla fjölgun kallar að sjálfsögðu á aukna þjónustu og við því hefur verið brugðist. Fjölgun stöðugilda hefur verið talsverð og hefur stöðugildin hjá Reykjanesbæ fjölgað 260 á þessu tímabili. Þetta á sínar eðlilegu skýringar þar sem stærsti hluti þessara fjölgunar er á fræðslusviði og velferðarsviði. Á fræðslusviði hefur verið fjölgað 186 stöðugildi vegna mikillar fjölgunar nemenda en einnig vegna fjölgunar skóla. Á velferðarsviði hefur stöðugildum fjölgað 40 manns. Þar af 38 vegna þjónustu við fatlaða einstaklinga. Síðan má nefna 20 ráðningar sem hafa orðið til vegna svokallaðra ráðningastyrkja í sameiginlegu átaki sveitarfélagsins og Vinnumálastofnunar, sem sérstaklega ríkisstjórnin hefur hvatt til að væri gert. Eftir standa þá 14 stöðugildi sem liggja víða, 2 á mannauðssviði, 2 í skjalavörslu, 3 í þjónustumiðstöð, 2 í skrifstofu umhverfissviðs, 1 markaðs- og kynningamál, 2 í súlunni og 2 stöðugildi í upplýsingamálum, þjónustu og þróun. Öll umræða að báknið hefði vaxið er því byggð á sandi og þessar tölur sýna svo ekki verður villst að aðhaldi hefur verið beitt þegar horft er á fjölgun stöðugilda hjá sveitarfélaginu. Undir þetta rita bæjarfulltrúar meirihlutans. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Friðjón. Jóhann Friðrik, Gersvæl. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og íbúar sem að sitja heima og horfa á fundin okkar. Ég verð að byrja á að segja það að bókun Sjálfstæðisflokksins, hún var að minnsta kosti málefnaleg þó ég hef ekki verið sammála stórum part af henni. Þó málefnalega sett fram. Þetta hefur verið alveg gríðarlega mikil vinna sem hefur farið fram á undanförnum mánuðum. Og gott að minnast á það hversu heppin við erum að hafa svona öfluga starfsmenn sveitarfélagsins til þess að leggjast yfir annars gríðarlega erfiða fjárhagsáætlun sem svo sannarlega er að skila umtalsverðum mínus á þessu ári. Nú, ég furða mig samt sem áður á því að það sé verið að leggja þannig út af þessum umræðum að það hafi komið fram einhverjar tillögur niðurskurð eða breytingar eða eitthvað slíkt. Við höfum aldrei fengið það. Ýmislegt hefur að sjálfsögðu verið viðrað, bæði að minnihluta og meirihluta. Það er eðlilegt í ljósi aðstæðna. Ég vil bara minna á það að við blasir á þessum tímapunkti eitthvað erfiðasta efnahagsástand sem við höfum nokkuð tíma gengið í gegnum hér.
og við erum auðvitað bara að glíma við náttúruhamfarir og þessi áætlun tekur auðvitað bara mið af því. Vonandi nær hún ekki fram að ganga eins og svörtustu spár eru. En við verðum samt sem áður að vera undirbúin undir það. Við erum með lögbundna þjónustu, skóla og félagsmál, velferðarmál og við getum ekki skilið bæjarbúa okkar eftir með því að skera niður þjónustu á þessum tímapunkti í því ástandi sem við blasir. Það er alveg ljóst. Og ég held að fá sveitarfélög sem hafa eitthvað tækifæri til þess að komast hjá því, munu gera það í ljósi aðstæðna. Mér langar aðeins að koma hér inn á, herra forseti, bókun Margrétar Þórarinsdóttur við þessa fjárhagsáætlun. Hún aftur á móti fannst mér ekki sérstaklega málefnaleg. Þar er talað valdahroka. Ég veit ekki í hverju það felst. Það var ekkert útskýrt nánar. Það er verið að tala einhverja aðför bæjarstjóra að bæjarfulltrúanum. Ég veit ekki heldur í hverju það felst. Og ég verði auðvitað að fá útskýringar á þessu hjá bæjarfulltrúanum. Enda er þetta mjög alvarlegt og sett svona fram. Það verður að útskýra þetta nánar að hennar hálfu herra forseti. Það kom aftur á móti fram tillaga 10% flata niðurskurð á alla starfsemi bæjarins nema velferðarsviðs á síðasta bæjarstjórnarfundi. Því fylgdu engar mér að vitandi nánari upplýsingar hvernig ætti að framkvæma það eða hvaðan ætti að taka þá peninga. Og vegna þess að bæjarfulltrúinn nefndi það að hún væri hagsmunagæslu maður bæjarbúa, þá er ég það sjálfsögðu líka og við öll. Þess vegna er gríðarlega ómálefnalegt að setja fram svona tillögu án þess að útfæra hana með nokkrum hætti. Og vísa síðan á meirihlutann að hér séum einhvers konar valdahroka að ræða og það sé einhvers konar aðför að viðkomandi bæjarfulltrúa. Ég vísa því algjörlega á bug varðandi þessi málefni að minnsta kosti. Ég held að það liggi alveg í hlutarins eðli að niðurskurður sem slíkur myndi hafa skelfilegar afleiðingar fyrir samfélagið í Reykjanesbæ. Og tel ég þess vegna eðlilegt að bæjarstjóri fari fram á nánari upplýsingar þegar slíkt er sett fram. Það er málefnalegt að gera. Það er mjög málefnalegt að gera það. Meirihlutinn hefur svo sannarlega hlustað á öll sjónarmið minnihluta og starfsmanna Reykjanesbæjar og bæjarstjóra í undirbúningi á þessari fjárhagsáætlun. Það hefur verið reifað á fjölda funda frá því í sumar, helgar með starfsfólki, heilu og hálfu dagarnir fari í það að fara yfir aftur alla þá þætti sem að í þessari ágætu fjárhagsáætlun felast. Niðurstaðan er sú að það borgi sig ekki að draga í land undir þessum kringumstæðum. Heldur standa þétt að baki samfélaginu í Reykjanesbæ og vona það besta, vona það að við náum öflugri viðspyrnu á árinu 2021. Það er auðvitað mín trú og ég vona það að við getum sameinast þá vinnu á næsta ári að tryggja það að við stöndum vel að velferðarmálum í sveitarfélaginu, skólamálum og allir þeirri mikilvægu þjónustu sem Reykjanesbær innir af hendi fyrir bæjarbúa. Að lokum langar mig að segja þetta. Ég vona það að við munum aldrei upplifa tíma eins og við þurfum að gangi í gegnum nú 2020. Þeir hafa verið öllum mjög þungbærir. Hvort sem það eru bæjarfulltrúar íbúa landsins eða starfsmenn bæjarins sem hafa staðið sem er stakri prýði í framlínunni í því að díla við kórónuveiru faraldurinn og þeim verður það seint full þakkað. En það eru bjartari tíma framundan eins og bæjarstjórinn nefndi og ég er þess fullviss
að þetta öfluga fólk sem hér býr á Suðurnesjum mun ná vopnum sínum á næstu árum og við munum ekki sjá 20% atvinnuleysi hér eftir 2 ár. En með því að leggja fram fjárhagsáætlun sem þessa, þá verður viðspyrnan án efa öflugri heldur en ef við myndum draga í land og þess vegna hvet ég okkur til þess að samþykkja öll sömul þessa fjárhagsáætlun. Takk fyrir. Takk fyrir, Baldur Guðmundsson. Já, nú ætla ég að vona að heyrist í mér áður en ég byrja. Er það komið? Er ég komin í loftið? Ok, virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar, þeir sem horfa á þessu upptöku. Þetta eru náttúrulega mjög sérstækir tímar og þetta eru sérstækir fundir, þessir tímsfundir. Og mér hefur fundist mjög erfitt að ná upp góðri rökræðu, hvort sem það er á fundum við ykkur góðu bæjarfulltrúar eða bara þeir sem ég er að sinna í minni vinnu í gegnum þessa tölvuskjái. Þetta er miklu meira en að segja. Sko. Maður er í svona tómarúmi og er að reyna að ná áttum. Og ég gerir fastlega ráð fyrir því að næsta ár verði mjög erfitt á marga vegu og þessi áætlun muni taka breytingum bara strax í næsta mánuði. Vonandi á betri veginn. Bind mikla vonir við það að við náum bara sem samfélag og þjóðfélag að snúa okkur út úr þessari erfiðu kreppu. En hvað varðar þessa fjárhagsáætlun og þá vinnu, þá tek ég alveg heils hugur undir það að við höfum alveg verið vel upplýst og samstarfið við að fara yfir öll sviðin hefur verið bara mjög gott. En það er alveg rétt að við höfum kannski ekki komið fram með fullmótaðar útfærðar skriflega tillögur sem hafa fengið einhverja meðferð hjá bæjarfulltrúum eða bæjarráðsmönnum. Við reyndum í eitt skipti varðandi jólagjöf að koma með svona skrifaða tillögu og það var ekkert betra. Hún var slegin út á borðinu líka. Þannig að ég bara nefni ég ætla ekki að fara að rifja það mál upp aftur. Það er ekki óþarfi að orðlengja það. En við höfum alveg viðrað tillögur sem við höfum bara fengið mjög neikvæð viðbrögð við. Þess að við höfum bara sagt að þetta verður, við munum ekkert fara þessa leið. Þess vegna sé ekki hvaða munur á því af hverju ættum við að vera að orða hann eitthvað og koma með hana fram skriflega þegar við vitum að henni verður hafnað. Þannig að þetta á alveg við mjög stóran hluti líka. Við höfum fengið bágt fyrir það að vilja stíga varlega til jarðar varðandi miklu stærra verkefni. Það er 2 milljarða íþróttahús við Stapárskóla. Ég veit ekki hvort að það hefði breytt einhverju þó við höfum skrifað það niður. En við gerðum við það og komum með skriflegar athugasemdir. Þannig að ég ætla ekki að vera með þessar hártónur, við getum verið það fram á kvöld að tala hvort að tillögurnar voru skriflegar ekki og hvort það voru góðar eða ekki. Þetta var bara, við sáum enga ástæðu af því að við höfum verið að ræða hlutina og vilja tala skipulagsbreytingar og annað og það hefur ekki bara fengið neitt hljómgrunn þannig að af hverju ættum að vera að berja höfðinu í steinin og vera að hafa þetta eitthvað skriflegt til að fá skriflegt afsvar frá meirihlutanum. Þannig bara hefur þetta þróast dálítið. En ég er að vonast til að í framhaldinu, þegar við förum að glíma við eiginlega rekstur á næsta ári, að við getum tekið dýpri rökræðu og ég ætla ekki að fara að taka undir eitthvað valdarhroka eða annað. Ég veit bara að eins og þið hafi líka sagt
margir bæjarfulltrúar, þetta bara okkar skoðun og við eigum bara að virða hvors annars skoðanir. Þannig að ég vona í framhaldinu að við getum náð svona ákveðinni dýpt í umræðuna án þess að fara í þetta getur farið út í eitthvað svona augnabót og sköflungaspark sem ég finnst svona frekar dapurt og leiðilegt. En við erum búin að leggja fram okkar bókun, þetta okkar svona afstaða til verkefnisins og við munum sitja hjá í afgreiðslunni þó að muni kannski hryggja ykkur í meirihlutanum, en það bara, við getum ekki alveg samþykkt allt saman og en það fullt af góðum hlutum sem þarna inni sem að við styðjum heilshugar, eins og Kjartan Már bæjarstjóri fór yfir hjúkrunarheimili og fleiri uppbyggingaverkefni sem við erum að vinna að. Lýðheilsustefnan, gott mál. Það fullt af góðum málum. Ég veit alls ekki að við skiljum við þetta þannig að okkur finnist allt ómögulegt sem verið að vinna að, en bara heilt yfir, þá getum við ekki tekið undir þetta. Þannig að ég bara lokið máli mínu og ég vona að ég þurfi ekki að koma aftur og bara óska ykkur gleðilegra hátíðar. Takk fyrir það, Baldur. Gunnar Þórarinsson. Gunnar, þú mjútaður, bara svo. Við viljum gjarna fá... Heyrist í mér núna? Og heyrist í þér? Heyrist í mér, ok. Heyrðu, ég vil nú bara aðeins fara yfir þessa áætlun sem verður að gera fyrir næsta ár og útskómsspá og svo framvegis. Það alveg ljóst að við erum á erfiðum tímum og erfitt að koma saman áætlun sem að allir geta verið sáttir við. Það auðvitað margt þarna sem að ágætt en annað verra. Það til dæmis alveg augljóst að reksturinn verður mjög erfiður núna næstu 2-3 árin, mjög erfiður. Og þess vegna nauðsynlegt að hafa varan á, reyna að spenna bogann ekki of hátt, heldur reyna að sigla skipinu svona í lygnum sjó án þess að það skaði eitthvað bæjarfélagið þannig séð. Nú, þetta sem sagt óveður segi ég, en við verðum að reyna að sigla skútunni með öðrulegum hætti. Nú, það auðvitað slæmt að þurfa að horfa upp á það að það verður gífurleg skuldasöfnun. Og ágætis grein eftir hann Ragnar Árnason, prófessor við Háskólann. Gott að lesa hana, hann mælir með því að menn í raun og veru haldist vel utan fjármálin og passi það að þetta fari ekki úr böndunum. Meðal annars með því að taka ekki of mikið lán, meðal annars með því að leggja ekki of miklar álögur á fólk, en hvetja til aukinnar atvinnu. Þetta svona hans sýn á þetta. Ég segi, ég vil nú gjarnan svona koma á því á framfæri að það svona mín sýn á vissan hátt. Og ég get ekki annað sagt en það að það erfitt að samþykkja þessa áætlun. Auðvitað það kostur sem að setja hefur verið með breytingum á reglugerð, að það hægt að breyta þessu milli kjörtímabila eða milli ára með viðaukum og fleira, og kannski þurfum við bara að glíma við þetta núna næstu 2-3 árin eða út þetta kjörtímabil, þannig að við náum utan þetta. Og þetta verði ekki til skada fyrir bæjarfélagið og þar með íbúana og svo framvegis. Ég mun sitja hjá við atkvæðagreiðslu þessarar fundagerðar, þessa áætlunar, ásegningi, og segi máli mínu lokið. Takk fyrir það, Gunnar. Margrét Þórarinsdóttir, gerðu svo vel.
Já, virðulega forseti og aðrir viðstaddir. Ég vil nú bara byrja á því að þakka Baldri fyrir mjög málefnalegt og nákvæmlega það sem að maður að hugsa. Þetta hefur bara verið þannig og ég er algjörlega sammála Baldri það sem að hann sagði. Þetta hefur bara verið þannig að allt það sem að einhvern veginn við komum með einhverja tillögu, viljum að ræða, útfæra eitthvað, þá er það bara slegið út af borðinu. Og þið vitið það manna best sjálfur. Og við höfum bara fengið neikvæð viðbrögð. Og ég stendur þessa bókun mín sem ég sagði þarna áðan. Ég kom með tillögu upp á 10% niðurskurð. Ég var ekki að tala um að segja upp starfsfólki. Ég var ekki að tala um leikskólana. Ég var ekki að tala um grunnskólana. Ég var ekki að tala um velferðarsviðið. Þetta hefði kannski getað eldað í 2% ef það hefði verið eitthvað samningsgrundvöllur hjá ykkur meirihlutanum. En svo var bara ekki, því miður. Þannig að heilt yfir þá bara vil ég bara þakka þessum frábæra starfsfólki okkar. Ég er algjörlega sammála því, það er búið að vinna þrekvirki og þetta er búið að vera mikil vinna í þessu að koma þessara fjárhagsáætlun saman. En það er ekki þar með sagt að meirihlutinn hafi verið að hlusta á okkur. Og svo vil ég koma því þetta með það sem að Jóhann Friðri nefndi hérna á, hvað var þessar skólamáltíðir? Jú, ég er búin að tönglast á þessu frá því að ég kom fyrst inn í bæjarstjórn. En það er svo skrítið, við erum með ákveðna pott sem er hægt að ná í, sem er ófyrirsjáanleg útgjöld og bara til dæmis eins og núna er það Saga Keflavíkur, hefði mátt fresta henni 21.900.000. Við verðum, þegar ástandið er svona, að tekjur er að minnka, útgjöld er að aukast, það er ófyrirsjáanlegt atvinnuleysi, við vitum ekki hvernig þetta verður, við vitum ekki hvað gerist með þetta bóluefni. Það veit enginn, það getur enginn spáð í framtíðina. Þess vegna þurfum við að halda að okkur höndunum og velta öllum steinum við sem við erum oft búin að ræða og hagræða. Númer 1, 2 og 3, við verðum að hagræða. Og ég spyr bara 2,5 milljarða króna tap á sveitarfélaginu. Það kallast ekki góður rekstur, en það kemur einhvern tímann að skuldadögunum. Hvenær verða þeir? Hverjir sitja þá eftir og þurfa að borga upp allar þessar skuldir? Er það ekki við íbúa sveitarfélagsins? Ég hefði haldið það. En við vitum það öll að það er erfitt ár framundan, mjög svo erfitt. Og ég ætla að vona að við getum farið að vinna aðeins betur saman og farið að hlusta á hvort annað og verið þá bara sammála um að vera ósammála þeirra skoðunum sem við höfum. Í staðinn fyrir er alltaf hjólað í manninn oftar en einu sinni, í staðinn fyrir að hafa eðlileg skoðanaskipti og lofa fólki að tjá sig á eðlilegan hátt án þess að sé hjólað í manninn. Það er mín heitasta ósk og svo nýjas ósk að við getum átt betra samstarf á næsta ári og okkur farnist öllum vel. Takk fyrir. Ég loki máli mínu. Takk fyrir þetta, Guðný Birna, gjör svo vel. Já, takk herra forseti og kæri bæjarfulltrúar. Við langar aðeins að koma inn í þessa orðræði hjá okkur í bæjarstjórn og minna ykkur á það að það er gert ráð fyrir 2 milljarða halla fyrir næsta ár hjá 4. stærsta sveitarfélagi á Íslandi með mesta atvinnuleysi. Halli Reykjavíkurborgar fyrir 2021 er áætlað að vera 11,3 milljarðar. Halli ríkissjóðs 320 milljarðar. Þetta er ekkert óeðlilegt í þessu árferði og þetta er ekki bara hjá okkur. Jú, þetta er ömurleg niðurstaða, ég er ekki að segja það. Við viljum ekki skila hallarekstri enda höfum við ekki gert það í mörg ár. En 2020 er ekkert eins og mörg ár. Við erum að díla við vandamál sem enginn hefði getað spáð fyrir í veröldinni. Við erum með hrun í atvinnu á svæðinu. Við erum með met í fjárhagsaðstoð í hverjum einasta mánuði. Við erum með fátæk börn í sveitarfélaginu. Þetta er ekki tíminn til að fara að reka fólk til að hagræða 10%. Og fyrir utan það að nú sit ég ekki í bæjarráði eins og margir bæjarfulltrúar á þessum fundi þar sem að er vinnustaðurinn til að koma með þessa tillögur til að vinna úr þeim. Í staðan fyrir að setja þér fram á bæjarstjórnarfundi, hvað eigum við að gera á bæjarstjórnarfundi til að ræða þessi mál? Það þarf að undirbúa þau í bæjarráði. Þannig er vettvangurinn. Jú, stöðugildum hefur aukist, en þeir eru að byggja heila nýjan skóla fyrir þessu 100.000 barna sem eru að flytja í sveitarfélag okkar. Og það er athyglisvert að minnast á frá 2014, akkurat þegar Sjálfstæðisflokkurinn hætti að vera í meirihluta í bæjarstjórn. Það er mjög áhugaverð tala.
þegar við vorum skuldsettasta sveitarfélag á landinu. Þannig að jú, skuldir og ekki skuldir, þetta er hamfara ár og við verðum að bregðast við því. Það er algjörlega kýrskýrt. Frá 2014 5.000 auka íbúðir í sveitarfélagi ykkar. Við verðum að þjónusta þetta fólk. Og þessi 20% fjölgun barna í grunnskólum. Okkur vantar aukinn stöðugildi. Það voru breytt lög árið 2018 hvernig við þjónustum fatlað fólk sem að lenti á miklum hluta á sveitarfélaginu. Við verðum að bregðast við því. Við þurfum að sinna fólkinu okkar. Við erum að samþykkja 1 auka NPS-samning núna í fjárhagsáætlun. Það er ákall fullt af fleiri samningum. Ríkið svarar okkur ekki í mótframlögum. Hvað eigum við að gera? Eigum við ekki að sinna þessu fólki? Velferðarsvið okkar og fræðslusvið okkar er rándýrt, enda erum við að vinna fullt af verkefnum hana. Fullt af verkefnum. Það er lögbundið þjónusta sveitarfélaga að byggja skóla og þjónusta börn í skólum. Við erum að sjá þunga í fræðslumálum, í velferðarmálum, þreytu á starfsfólki, þá ráðum við inn fleira starfsfólk. Það hefur líka verið krafa hjá Miðflokknum, hjá bæjarfulltrúa Miðflokksins að auka stöðugildi í velferðarsviði, enda hefur hún ekki talað um að spara þar. En við það að gera það, þá kostar reksturinn meira. Við þurfum að borga kjarasamningsbundin laun starfsfólk sem er að hækka drastískt milli ára. Við erum að sjá það, við erum að reka okkur á það. Það er líka hluti í þessari gríðarlegri háu tölu sem við erum að tala um hér. Þannig að ég ætla að fá að andmæla þessum 2 bókunum minnihlutans annars vegar að við séum óskilvirk og hins vegar valdhroka sem ég hef aldrei verið innta á í lífinu. En við erum að sinna því sem við getum eins vel og við getum á þessu hamfara ári 2020. Vonandi lítur þetta miklu betur út á næsta ári. Vonandi. Við erum með jákvæða fréttir. Við vitum ekki hvað mun gerast. En að hafa hálft árið til að koma með rökstuddar hugmyndir, tillögur að breyta þessu í bæjarráði og slengja sig fram í bæjarstjórn í desember finnst mér ekki fagleg vinnubrögð. Ég verð að segja það. Og að meirihlutin frá 2014 sem er ekki sami meirihluta núna, sem er valdhroka, bara ég á ekki til orð. Við erum 4. stærsta sveitarfélag á Íslandi með mesta atvinnuleysi á hamfara tímum. Það er það sem við þurfum líka að hafa í huga. Takk. Bubbi, þú ert á mute. Takk fyrir. Díana Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Þetta er í 3. sinn sem ég kem að gerð fjárhagsáætlunar fyrir bæjarfélagið og ég get með sannu sagt að þetta er án efa svo erfiðasta þar sem mikið tekið fall hefur orðið fyrir bæjarsjóð og það er mikið atvinnuleysi í bæjarfélaginu og mikil þörf og auknum stuðningi við bæjarbúa. Ég sitt ekki í bæjarráði og segi eins og Guðný og get þar af leiðandi ekki sagt hvað hefur framfarið þar og hvaða innlegg minnihlutinn hefur komið með þar og þá fullyrðingu að allar hugmyndir og tillögur sem hafa komið frá þeim varðandi hagræðingu hafa verið skotnar í kaf. En það sem að ég veit, það eru að þær tillögur sem hafa komið frá þeim eru 10% niðurskurður nema velferðarsviði, leggja niður framtíðarnefnd, hætta að ráða starfsfólk, ekki hækka jólagjöf til starfsfólks. Ég man ekki eftir neinu öðru og að segja að það sé ekki hlusta á minnihlutann og því sé ekki neitt sett fram af því það er hvort ekki tekið mark á því. Mér finnst það bara lélegt, afsakið. Það er í raun og veru verið að segja að það sé meirihlutanum að kenna að það kom ekki skriflega tillögur frá minnihlutanum. Og við búum í stækkandi bæjarfélagi sem að kallar á aukna þjónustu og hvernig er ekki hægt að ráða inn fyrir starfsfólk, ég bara spyr. Það er ekki hægt að keyra á starfsfólkinu sem er nú þegar til staðar, starfsfólki sem hefur unnið af heilum hug og í erfiðum aðstæðum, ekki bara núna þetta hérna ár þegar COVID hefur riðið yfir, heldur líka undanfarin ár í erfiðum rekstri bæjarins, tekið á sig skerðingar og annað til að taka þátt í vegferð að koma bæjarfélaginu réttan kjöl. Og þetta er verður erfitt, en ég hef fulla trú á því að við munum standa keik
og komast í gegnum þetta. Bæjarfélagið hefur komist í gegnum aðrar eins hremmingar og við munum komast í gegnum þessar líka. En að öðru þá langar mig bara að þakka ykkur kærlega fyrir samstarfið á þessu ári sem að mun seint örugglega aldrei renna fólki úr minni og ég vil óska ykkur gleðilegra jóla og farsæls komandi árs og ég vona að þið hafið það sem allra best yfir hátíðarnar og að við getum vonandi hist í raunheimum sem fyrst á nýju ári. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Jóhann Friðrik, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú oft verið líflegar umræður í bæjarstjórn og ég held að enginn af okkur ætti að kvenka sér yfir því. Við höfum okkar skoðanir og okkar meiningar og höfum alveg getað tekist á þær og í flestum tilfellum hefur það nú bara verið mjög málefnalegt og alls ekki sett neitt strik í reikningin af okkar samskiptum. Nú, mér langar að minnast aðeins á það sem að hér hefur framkomið hagræðingu og þessa tillögu sem að sett var fram hér á bæjarstjórnarfundi síðasta. Nú kemur í ljós að viðkomandi bæjarfulltrúi sem að leggur þetta fram, herra forseti, var bara alls ekkert að fara fram á 10% niðurskurð í nokkrum sköpum hlut að því að virðist. Talaður það núna að þetta var ekki hugsað sem niðurskurður í fræðslumálum. Þetta var ekki hugsað sem niðurskurður í íþrótta- og tómstundamálum. Þetta var ekki hugsað sem neitt niðurskurður í neinu, nema bara ekki velferðarsviði. Ég bara get ekki séð hvernig þetta ná slíkri hagræðingu fram, nema skera einhvers staðar niður. Segja þá upp starfsfólki. Draga úr þjónustu. Mæta ekki þörfum barnanna okkar fyrir íþróttaiðkun. Mæta ekki þörfum barnanna okkar fyrir leikskólapláss. Mæta ekki þörfum barnanna okkar fyrir frístundabíl og svo má lengi telja. Það er ekki bæði hægt. Það er ekki bæði hægt að hagræða og skera niður og ætla síðan til þess að þjónustan sé bara svo sama. Hagræðing getur að sjálfsögðu fólgist í því að það sé betri þjónusta. Vissulega getur það verið mál. En þarna var ekkert verið að setja það fram. Þarna var verið að leggja til 10% niðurskurð. Þannig skildi ég það. Og það er í öllu falli alveg ástæða til þess að ræða slíkt þegar það er sett fram og óska eftir frekari upplýsingu slíkt. Enda eiga bæjarbúar rétt á því að það sé útskýrt fyrir þeim hvað sé verið að setja fram. Þannig að mér finnst það í öllu falli mjög málefnalegt að hálfu meiri hlutans og það kemur mér ekki óvart að flestir aðrir bæjarfulltrúar séu sammála því. Hvað varðar samskipti bæjarfulltrúa á þessum mánuðum sem að liðnir eru frá því að við byrjuðum að vinna í fjárhagsáætlun, ég held að heilt yfir hafi það samstarf verið mjög gott. Þetta er mjög erfið vinna og mikið að fara yfir og ég held heilt yfir þó svo að það hefur ekki verið gerðar drastískar breytingar, þá held ég að vinnan hafi verið mjög góð. Veitir okkur betri innsýn inn í rekstur bæjarins heldur en kannski oft áður, sem ég held að sé mjög til bóta. Þessi vegferð eru auðvitað bara rétt að byrja. Við þurfum að vinda ofan að þessu og ná böndum utan fjármál bæjarins á næstu árum og það er það sem kemur fram. Og við munum svo sannarlega að gera það af fullum þunga. En ég vil bara nefna það hér til þess að ljúka máli mínu og ég tek og tala bara fyrir sjálfa mig. Ég tek fagnandi öllum tillögum sem koma frá öllum, hvort sem það er minnihluti eða meirihluti. Og málefnalega umræða það er bara af hinu góða. Og ég held að við höfum eftir að taka hann á næsta ári og ég held að við ættum að reyna að efla samstöðun það að gera enn betur, öll saman. En á endanum lítur það þannig út að fjárhagsáætlun 2021 verði samþykkt einvörðungu af meirihlutanum í ár. Ég finnst það miður. Ég hefði og var að vonast til þess að hún yrði samþykkt af öllum bæjarfulltrúum, sérstaklega í ljósi þeirra vinnu sem fram hefur farið, en það hryggir mig. En að sjálfsögum mun ég ekki skorast undan því að samþykkja þessa fjárhagsáætlun og lokum vil ég segja þetta.
það líður að því að jólaháttíðin gengur í garð. Að því tilefni langaði mig að óska bæjarbúum öllum gleðilegra jóla og við horfum björt fram á árið 2021. Sama segjum við bæjarfulltrúa og óska þeim gleðilegs nýs árs ef ég hitti þau ekki í millitíðinni og vænti þess að við getum samþykkt hér fjárhagsáætlun von bráðar. Takk fyrir. Takk fyrir. Margrét Þórarinsdóttir, gerðu svo vel. Margrét Þórarinsdóttir. Já, heyrir í mér. Þetta verður þriðja vinsælasta spurningin. Heyrðu, já, ég bara verð að játa það að Jóhann Friðrik nú eitthvað að misskilja mig og þú ert bara að snúa út úr mér, kæri frændi, vegna þess að þetta bara ekki alveg rétt, það sem ég var að segja. Ég er búin að svara hvernig ég hafi viljað gera þetta. Ég er búin að koma með þá spurningu. Ég kom með tillögu að bókun upp á 10%. Það var ekki til umræðu, en oft þegar við erum á við samningaborðið, eins og þú nákvæmlega veist sjálfur, þá ferðu fram á eitthvað það sem hæsta mögulega. Síðan hægt að gefa eftir, þá förum við ákveðna sáttamiðlun. Þá náum við sáttum þar. Ég ætla ekki að fara að loka leikskólum, ég sagði þetta rétt áðan, ég ætla ekki að fara að loka grunnskólum. Ég ætla ekki að fara að skerða niður það sem engan veginn hægt að skera niður. Ég tel bara að það hefði verið hægt að gera aðra hluti sem að ég búin að nefna. Stjórnsýsluna. Fá sviðsstjórana til við okkur, ég búin að nefna þetta oftar á einu sinni, ég búin að segja það. Það mín persónulega skoðun að við hefum getað gert þetta öðruvísi, en það mín skoðun. Þannig að eins og ég segi líka og benti réttilega á áðan, hvar eigum við að fá sér peninga til að borga allar þessar skuldir? Það kemur á skuldadögunum. Þannig að eins og öll önnur sveitarfélög, flest öll önnur, ég ætla ekki að segja öll önnur, eins og flest önnur sveitarfélög eru að gera, það verið að skera niður. En við erum bara ekki að gera það. Og ég hefði viljað sjá að til dæmis eins og með framtíðanefnd ekki leggja hana niður, ég búin að benda á það. Nei, við höfum getað bara sett hana á ís í ár, séð hvernig þetta þróast hjá okkur. Sem ég ætla að vona svo innilega að við förum upp á við. En við vitum það ekki. Saga Keflavíkur, þarna fullt af fé. Má ekki bíða með það aðeins? Og við erum, Jóhann Friðrik, bæjarfulltrúi. Við erum búin að takast á þetta á bæjarráðsfundum. Þannig að þú veist alveg hvað ég er að tala um. En það kemur að skuldadögunum og við skulum bara vona það að ég hafi þá rangt fyrir mér að það eigi alltaf að verða hér blómlegt líf á næstunni og við þurfum ekki að fara að leggja álögur á íbúa, hvað var að hækkun á útsvari og öðru. Það nú þegar í hæstu hæðum. Þannig að við skulum bara vona og horfa fram á bjartari tíð. En eins og ég segi, ég er búin að nefna að segja þetta við tvisasinnum, ég ætlaði ekki að fara að skýra niður þarna, ég talaði þessi 10% sem hefði, ef við hefðum öll sest að samningaborðinu og rætt saman, nei, það gerðum við reyndar ekki, þetta var bara skotið út af borðinu leið, eins og margt annað sem við minnihlutinu hefum komið með og eins og Baldur kom svo réttilega og benti svo faglega og flott á áðan. Ég lokið máli mínu, takk fyrir. Takk fyrir þetta, Margrét Sanders. Forseti, bæjarstjórn, góði gestir. Það leitt og það sérstakt að bæjarfulltrúar Guðný Birna og Díana koma báðar fram, byrja sitt mál á, við sitjum ekki í bæjarráði og tjá sig helling og mjög harðorðar í garð okkar og tóku sérstaklega nokkur sinnum fram, sérstaklega Guðný Birna, bæjarfulltrúi, Sjálfstæðisflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn og byrjaði með kvóta í það sem búið að vera að segja lengi. Þið settu bæinn á hausinn og þið juku skuldirnar og við reddum þessu snillingar. Ef þið eru svona með einhvern snillinga þá skil ég ekki af hverju þið ekki að bregðast á við núna. Og það var náttúrulega ekki neitt og einn herfór, það skipti engu máli. Að það var heilt fjármálahrun, nei, það skipti engu máli. En af því að þið eru í meirihluta að þá núna hræðilegi tímar. Ég ætla að benda ykkur báðum á, við lögum okkur í líma við sjálfstæðismenn að vera með
málefnilega bókun. Og við höfum vandað okkur virkilega á þessum fundi að fara í málefnilegar umræður. Og við tökum það fram í okkar bókun að þetta sérstakt ár og þetta erfitt. Við ætlum ekki að fara í sömu spor og bæjarfulltrúi Guðni Birna fór áðan að tala að sjálfstæðismenn settu bæinn á hausinn. Við vorum ekki þar. Við skiljum öfugt við ykkur, við skiljum þegar hamfarir eru og þetta flókið. En við bendum líka á að saman hefðum við getað skoðað betur einhvers staðar hægt að skera niður. Og það mjög sárt að sitja undir því og ég hef nú ekki verið talin þegja á bæjarráðsfundum, alls ekki, tjá mig mikið á bæjarráðsfundum, lagt mikið til máls niðurskurð, mikið til máls þegar þið að bæta í. Síðasta dæmið að þið voruð að samþykkja á síðasta bæjarráðsfundi meirihlutinn að bæta við í hagdeildinni. Þið voru að samþykkja það og tókuð ekki mál að við vorum að leggja það til í spjalli við ykkur og það var gert á móti að fresta kannski sögu Keflavíkur 1 ár, ekki einu sinni leggja það af, bara meðan óvissan væri svona mikil. Þannig að mikilvægt að taka umræðuna og allar þessar tillögur sem að við ræðum og teljum okkur vera að ræða, hringjumst mikið á eftir bæjarráðsfundina, ég og Baldur, bæjarfulltrúi Baldur, og við erum alltaf alveg Guð minn góður, hvar vorum við? Vegna þess að okkar mati og okkar upplifun að spjall og hugmyndir og tillögur þar sem við erum að reyna að vinna með meirihlutanum í að finna holur, finna tillögur, finna einhverja brauðmúla sem verður að brauði. Hefur bara akkúrat ekkert verið vel tekið. Af hverju eigum við þá í minnihlutanum eftir að hafa fengið svar og ég vona það að vera á bæjarstjórnarfundinum, mér minnir það því að það upptakað því, þegar einn bæjarfulltrúi í meirihlutanum sagði við ráðum þessu við erum í meirihluta. Og það það viðhorf sem að við upplifum, eigum við þá að fara að koma og eyða tíma í skriflega tillögur þegar að meirihlutinn bara ræður þessu og mun aldrei samþykkja þetta, enda hefur það margoft komið fram í umræðu bæjarráði sem bæjarfulltrúar Guðni Birna og bæjarfulltrúar Díana hafa ekki setið. Það eru margar tillögur að komið fram og mér finnst leitt að þið séu að svara fyrir eitthvað sem að þeir voruð ekki viðstaddir og sögðu það sjálfar. Þannig að þetta ástæðan. En svo annað að ég vil leiðrétta í ykkar bókun og vil hrósa fjármálasviðinu og fjármálastjóra fyrir upplýsingarnar sem við köllum eftirfarandi fjölgun starfsmanna eða upplýsingar fjölda starfsmanna. Það búið að þau gerðu það snilldar vel að þau eru búin að leiðrétta fyrir ráðningarstyrknum. Það leiðrétt fyrir ráðningarstyrknum. Þannig að 260 manna fjölgun á starfsmönnum eftir leiðrétting á ráðningarstyrknum sem að ég vil bara hæla og hrósa fjármálasviðinu fyrir og mér finnst þetta algjörlega til fyrirmyndar. Ég tek undir með ykkur að þetta verður erfitt ár á næsta ári og þess vegna lögðum við fram þessa rólegheita bókun og vorum að benda á. Mér langar aðeins að nefna varðandi fjölgun starfsmanna að við bendum á að fjölgunin 38,8% fjölgun starfsfólks, 35,5% fjölgun bæjarbúa en einungis 20% fjölgun í grunnskólum bæjarins. Og ég vil ítreka það að við erum ekkert að gera lítið úr þörf að ráða vegna tvítyngdra barna og fleira. Við erum að benda á staðreyndir og þegar við horfum á þetta frábæra skjal frá starfsfólki Reykjanesbæjar til okkar, þá sjáum við að í íþrótta- og tómstundamálum hefur orðið 0 fjölgun á þessum tíma. Á þessum tíma, 2014 til 2016, þá hefur orðið fækkun hjá skrifstofu íþrótta- og tómstundaráðs, fjörheimum, íþróttaakademíunni, íþrótta- og miðstöðunum öllum og fleira. Að það hefur orðið fækkun
tæplega 4, eða þetta 3,66 stöðugildi. Það sérstakt og það eru fullt af nýjum stöðugildum þarna. Það fjölgun í dúshúsum, það fjölgun á byggðasafni, það fækkun í listasafni reyndar, en það mikil fjölgun á mörgum stöðum og þetta snýst ekki eingöngu skipulagsmálin. Og þetta bara hlutur sem að menn rýna í. Við meira að segja í okkar bókun, þess vegna kemur mér á óvart þetta skítkast, að meira að segja í okkar bókun, þá tökum við fram að meðal annars hækkun á launakostnaði vegna meðal annars kjarasamninga. Þannig að við vorum að reyna að gæta sanngirnis þegar að svona mikið blæs á móti eins og hjá okkur. Þess vegna átta ég mikið á þessu upplaupi, en okkar allavega að lokum vil ég segja það að okkar upplifun, Baldurs og mín í minnihluta og Margrétar sem að áheyrnarfulltrúi í bæjarráði og þar áður Gunnar Þórarinssonar ekki sú að við séum að vinna saman í fjármálunum. Takk fyrir. Afsakið, gleymi því, gleðilega hátíð öllsömur og takk fyrir samstarfið á síðasta ári og þakka fyrir það góðu samstöðu sem að varð í atvinnuuppbyggingu á svæðinu. Takk. Takk fyrir þetta, Baldur Guðmundsson. Já, virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar. Ég lofaði að koma ekki aftur, en ég átti eftir að klára jólakveðina. Það hryggir, sem sagt Jóhann Friðrik, að við tökum ekki undir þessu plaggi sem lagt fram, sem eru bara orð á blaði. En það hryggir mig að þegar ég búin að halda svona bara mjög hófstillta ræðu málefnin og þessa vinnu sem stöndum frammi fyrir, hvernig við höfum verið að upplifa þetta. Og ég vilji helst leggja af augnapotið og sköflungarsparkið, þá komið það bara strax í næstu ræðu, tvöfalt. Það hryggir mig. Fullyrðingar það að við segjum ekkert í bæjarráði og komum síðan fram í bæjarstjórn með eitthvað þvaður, ekkert skrifað, það sé bara lélegt, hreint og beint. Það að taka umræðuna á bæjarstjórnarfundi án þess að hafa tekið hann í bæjarráði að því haldið, það bara lélegt. Þannig að þetta hryggir mig. Og ég var að vonast til að við gætum farið inn í Hamborgarhrygginn án þess að vera með þennan hrygg á bakinu. Að við höfum ekki komið neinar tillögur nema eitthvað smottir í eitthvað. Við erum búin að nefna það reglulega. Skipulagsbreytingarnar sem við vorum ósátt við. Getum við lagt niður nefnd? Nei, það ekki boðið. Margoft boðið upp á það. 1-2 milljarðar í íþróttahús, viljum ræða það eitthvað. Það ekki neitt. Það bara lélegt að vera að ræða það á bæjarstjórnarfundi. Svona málflutningur, hann getur alveg flokkast til að vera svona allavega slappur. Ég veit ekki hvort að við erum að fara alveg í hvaða skala við notum í svona málflutning. Þannig að ég hryggur, ég ætla samt að bjóða öllum að sitja á fundin og þeir sem kannski hlusta á seinna gleðilegar hátíðar og að næsta ár verði okkur fengsælt og farsælt. Góðar stundir. Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Takk fyrir, Baldur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins að koma stuttlega inn.
kannski aðeins bara að útskýra minn hlut í því að segja að ég hef viljað fá skrifaðar tillögur. En það hefur verið vaninn í gegnum tíðina í bæjarstjórn Reykjanesbæjar að minnihluti komi með skrifaðar tillögur og leggi fram til umræðu og ástæðan kannski dálítið einföld. En ég verða að segja frá því að þegar að við vorum að ræða málin í haust og hittum stjórnendur sveitarfélagsins, þá var alveg ljóst að stjórnendur gátu ekki skorið meira niður hjá sér og sögðu það við okkur. Og stjórnendur Reykjanesbæjar voru þá búin að velta við hverjum steini og treystu sér ekki til að leggja fram áætlanir sem gerir ráð fyrir lægri útgjöldum. Að þeirra mati var það ekki hægt nema að skerða þjónustu og það þyrfti að vera ákvörðun sem bæjarstjórn þyrfti að taka. Og leið var óskað eftir því að bæjarfulltrúar kæmu að málinu og hjálpuðu til við að finna eða leggja til leiðir til hagræðingar. Þar sem stjórnendur væru sjálfur komnir á leiðarenda í þeim efnum. En slíkum tillögum þyrftu að fylgja útfærðar tillögur hvar ætti að hagræða og hvernig. Og þetta hefur verið dálítið rauði þráðurinn allavega í mínum málflutningi að menn myndi vinna þetta niður á svið og lykla. Það bara nauðsynlegt, alveg eins og við gerum kröfu til stjórnenda sveitarfélagsins þegar við byrjum snemma vors að vinna fjárhagsáætlun að reyna að hafa þetta skýrt og gegnsætt eins og mögulegt er. Þannig að þegar einhver vildi leggja til niðurskurð einhverju eða bæta við fjármagni, þá þyrftum við að vinna þetta á sama hátt. Og ég vildi bara ítreka þetta hérna. Það bara nauðsynlegt að við ætlum að vinna faglega að fjárhagsáætlun. Og það hefur oft verið umræða í bæjaráði faglegheit í fjármálastjórn bæjarins og þess frekar ættu menn að leggja fram skriflegar tillögur niðurskurð, hvar ætlum við að taka féð, hvað ætlum við að sleppa og hvað ætlum við að bæta við. Það líka nauðsynlegt að þegar sagan skoðuð, að menn viti hvað menn stóðu fyrir, annað en munnlegri umræðu. Vita hver væri stefnumótun til dæmis minnihlutans. Og frekar heldur en að þetta sé eitthvað léttvægt spjall. Og það æskilegt söguna vegna að bóka þetta inn, bóka tillögurnar inn í fjárlagagerðinni. Mér finnst þetta að vera nauðsynleg fagleg vinnubrögð að gera það, en ekki að koma með opna tillögu sem einhver aðrir eiga síðan að vinna niður. Við erum ju öll á launum í bæjarstjórn og berum ábyrgð sem bæjarfulltrúar og því er nauðsynlegt að vinna þetta á þann hátt að þetta auðveldi öllum að sjá sameiginlega lausnir í þessu. En ég geri mig grein fyrir því að við verðum aldrei sammála endilega í þessu verkefni. Ég vil þó benda á það að þessi meirihluti og meirihlutin síðan 2014 hefur skilað gjaldahlið hingað til alltaf undir áætlun. Alltaf undir áætlun. Tekjuliðin hefur yfirleitt verið hærri en við áætluðum, en gjaldahlið hefur alltaf verið undir nema í ár og við vitum öll af hverju það er. Þannig að tala það að þessi meirihluti sé ekki tilbúin til þess að gera þetta vel eða hagræða, ég vil vísa því til föðurhúsa. Það er líka mikilvægt fyrir okkur sem bæjarfulltrúar að taka þátt í því að endurreisa Ísland. Og ég ætla bara að minna ykkur öll á að ríkisstjórn Íslands hefur hvatt sveitarfélögin til framkvæmda, vera ekki að skera niður. Sama hefur Samband íslenskra sveitarfélaga gert. Ekki skera niður á þessum tíma. Við megum ekki minnka einkaneysluna, við megum ekki segja upp fólki og við erum auðvitað eins og þið öll vitið á verstastaðinum í dag á Íslandi, þar sem 22% atvinnuleysi. Annars vil ég þakka ykkur öllum fyrir gott ár
fínasta samstarfs og við séum ekki alltaf sammála allt. Það náttúrulega ekki hægt að vera alltaf sammála. Það bara þannig. Og óska góðs gengis á nýja ári og megið hafa það sem best. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Guðný Birna, gerðu svo vel. Já, takk herra forseti og kæru bæjarfulltrúar. Mig langar bara að koma aðeins aftur inn undir orðræðu fjárhagsáætlun. Mér þykir það leitt ef ég hef komið illa fram við þig, Margrét Sanders, og mér finnst það leiðilegt ef þú sakar mig skítkast sem að ég var alls ekki að reyna að vera. Ég var bara að reyna að vera málefnalega á því sem að ég var að halda til streitu og ég kom aldrei inn á það að þið varu ömurleg og við varum snillingar. Það sagði ég aldrei. Og það var alls ekki það sem ég meinti. Sjálfstæðisflokkurinn kom í sinni bókun inn á óskilvirkni núverandi meirihluta frá árinu 2014 sem akkurat árið þegar við skiptum meirihluta Sjálfstæðisflokkur og Samfylking og beinleið og frjálsstafl. Þannig ég kom inn á það sérstaklega. Þegar varðandi bæjarráð þá sagði ég að það væri vettvangurinn til samstarfs, til umræðu innan lokaðra veggja og til nánari vinnslu. En það sem ég sit ekki þar ætla ég ekki að tjá mig það sem ykkur fór fram á milli. Reykjanesbær var skuldsettasta sveitarfélagið á Íslandi árið 2014 og það ekkert leyndamál og það ekkert skammalegt, þannig bara var staðan. Og við höfum unnið í því markvisst ár eftir ár og eins og bæjarfulltrúi Friðjón kom inn á, haldið okkar innan gjaldahliða og verið varfærin í að áætla tekjur. Og það má skýra af hverju Reykjanesbær að hluta til undirbúin undir þetta fjármagnsvá og þetta veiruvá og það sem í gangi okkar nánast umhverfi núna. Þannig að það skylda okkar eins og hann kom líka inn á að taka storminn í þessum erfiða aðstæðum og ráða fólk í vinnu. Og við erum ekkert eina sveitarfélagið eða borgin eða landi sem kemur út í mínus eins og ég kom inn á áðan og ég vil bara minna ykkur á það. Það að koma í halla árið 2021 verður eflaust sjálfsagð form fyrir öll sveitarfélög á landinu, allavega flest þeirra. Þannig að það hryggir mig ef að við munum ekki samþykkja öll þessi fjárhagsáætlun en við allavega höldum því til streitu meirihlutin að samþykkja hana eins og hún þótt að við vitum að auðvitað mætti hún vera mun betri en þetta bara ekki árferð í að vona það betri en það Að sjálfsögðu vil ég þakka ykkur fyrir samstarfið. Ég mjög stolt af þessari bæjarstjórn. Ég mjög þakklát fyrir að vera í henni og við erum vel skipuð af faglegheitum og fagmennsku í þessu þótt að við getum náttúrulega hlaupið upp þegar það verið að saka bæjarfulltrúa hitt og annað. Bara eins og ég komin á, en ég ætla ekki að rekja það aftur. En ég óska ykkur gleðilegra hátíðar og COVID-fría jóla og áramóta og vonandi bara verður 2021 heilla ár okkar allra. Takk. Forseti, þú ert mjútaður. Takk fyrir þetta, Guðný. Bara svona, ef þið hafið haldið að forseti ætlaði ekki að taka til máls undir fjárhagsáætlun þá skjáttlast ykkur hrapallega. Ég get nú ekki látið hjá líða að taka þátt í umræðum peningamál sveitarfélagsins sem að hefur nú verið kannski það sem ég hef haft mestan áhuga á í sem bæjarfulltrúi. Þetta búið að vera fín umræða en mér þykir hún kannski svolítið leitast af svona hvað hver segir og hvernig við erum að koma hlutunum frá okkur. Meira það heldur en innihaldið sem við þurfum að svo sannarlega vera að ræða og hefum þurft að vera að ræða. Ég hef verið þátttakandi bæði sem bæjarfulltrúi í meirihluta en líka í minnihluta. Og ég þekki það alveg að sitja í minnihluta og ná ekki fram mínum sjónarmiðum eða á þau samþykkt. En ég held að það sé rétt eins og Friðjón bendir á að það er auðvitað bara rétt að fólk láti skrá eins og bæjarfulltrúi Margrét Þórhallsdóttir hefur oft gert. Skoðun sína í tilteknum málum til þess að það sé þá hægt að bara sýna fram á það að við okkur hefur greint á eða ekki greint á ákveðin atriði. En að því sögðu þá
ég þarf ekki að segja það aftur, að þetta bara fjandi erfitt að koma saman fjárhagsáætlun. Og við eigum í raun og veru erfitt með að átta okkur á því hvað að gerast núna á þessu ári. Við lögðum til dæmis fram áætlun í fyrra, þar sem við reiknuðum með að tekjur ársins 2020 yrðu 16,7 milljarðar. En við erum núna að sjá fram á að svo tekjuáætlun hún hefur lækkað 500 milljónir. Og við erum líka að sjá að útgjöld getur farið í 15,7 milljarða á þessu ári, en við vorum búin að áætla 14,7 milljarða. Þá sjáum við breytinguna sem að eiga sér stað núna. Og það annars sem vekur athygli að það svo mikla breyting sem að eiga sér stað, svo mikla launabreyting, sem að að fara úr 7,4 milljörðum í 8,7 milljarða á milli ára. Einhverjir hafa nú vilja halda því fram að það sé vegna fjölgunar starfa. Jú, vissulega þetta vegna fjölgunar starfa. Þetta líka vegna mikilla launabreytingar sem átti af sér stað, og margir voru að fá launabreytingar aftur í tímann, þannig að það búið að þurfa að greiða út ansi háar upphæðir á þessu ári vegna afturvirkra kjarasamninga sem að við höfum þurft núna bara á haustdögum, höfum þurft að greiða út sem að hefur kostað sveitarfélagið bara talsvert mikið. Við erum líka að þrátta fjölgun starfsmanni á Reykjanesbæ, og jú, vissulega fjölgun Reykjanesbæjar, enda hefur Reykjanesbæjar stækkað 5.000 manns, sem auðvitað alveg ótrúlega mikil fjölgun. Og þegar maður fer að horfa á þessi störf, við réðum 2 inn á mannauðssvið. Við vorum reyndar með mannauðsstjóra hér áður, en við erum með 2 manneskjur þar. Við réðum líka 2 í skjalavörslu, sem nú bara vegna þess að við þurfum að halda betur utan persónuverndarmálin okkar og hafa hlutina betur á hreinu. Það eru tæplega 4 stöðugildi í þjónustumiðstöðina, af því að við höfum verið að minnka verktökuna og reyna að gera þetta frekar í gegnum þjónustumiðstöðina. Við fjölgum á umhverfissviðinu og það hefur nú oft komið fram í umræðu að það væri allt of mikið álag á umhverfissviðinu og álag og yfirmönnum þar, og við þyrftum að fjölga þar. Það hefur orðið við því og við fjölgum þar 2. Stöðugildi á Súlunni auðvitað eitthvað sem nýtt, að því að við ákváðum það í skipulagsbreytingum að búa hana til. Þannig að það urðu til störf þar. Við bjuggum til starf sem heitir verkefnastjóri viðskiptaþróunar og það kostar nú sitt, og ég vænti þess og mér sýnist að það sé nú bara skila ágætis árangri. Við stofnuðum líka starf sem heitir verkefnastjóri fjölmenningar og það nú aldeilis að skila okkur líka. Þannig að það og síðan erum við bara í stöðugum breytingum. Við vorum að færa til dæmis fólk úr af þjónustuborðinu og yfir í eitthvað sem heitir þjónustu og þróun til að reyna að vinna að möguleikum okkar til þess að bæta rafræna þjónustu á sveitarfélaginu. Þetta nú svona hluti af þessu bákni sem við búum að vera að tala og hefur blásið út eins og hefur verið talað um. En þetta liggur í svona störfum. En það bara úr vöndu að ráða þegar við erum að sjá útgjöld, bara þegar ég nefni þetta, útgjöldin okkar sé að hækka 14 milljarð á milli ára og áætlunin okkar svona, 2021 erum við að gera ráð fyrir 15,9 milljörðum í tekjur, en í fyrra gerðum við ráð fyrir 17,7. Áætlun 2022, hún gerir ráð fyrir 17,2 milljörðum, en í fyrra héldum við að þetta yrði 18,7. Og að 2023 erum við að gera ráð fyrir að tekjurnar verði 18,9, en við gerum ráð fyrir að það eru 19,6. Þá sjáum við bara þessa rosalega miklu breytingu sem að eiga sér stað tekjulega. Og vandamálið sem við að glíma tekjuvandamál, bæði hjá ríki og sveitarfélögum. Stórt og mikið tekjuvandamál.
Annars vegar það bara sveitarfélög og ríki ekki að fá útsvar og tekjuskatta vegna þess að fólki á vinnumarkaði hefur fækkað og síðan bara fólk ekki að greiða útsvar vegna þess að það hefur ekki vinnu. Þannig að við erum að sjá þetta mikla tekjuvandamál sem að flæða yfir allt landið og það endurspegla síðan í þeim útgjöldum sem að við þurfum að leggja út í meðal annars í fjárhagsaðstoð. Þannig að þetta vandamálið, að vinnan okkar hefur verið að minnka og það þýðir bara minna umleikis hjá einstaklingum, sveitarfélögum og ríki. En þá það spurningin, hvernig ætlum við að mæta því? Eigum við bara öll að draga saman og leggjast bara í því og reyna að bíða þetta af okkur? Það auðvitað hægt að skera niður þjónustu sem ekki lögbundin. Jú, það hafa komið tillögur einhvern niðurskurð. Jú, vissulega, en við erum að glíma við eitthvað, sko við erum að velta 16,2 milljörðum í ár og svipaðri tölu á næsta ári. Þetta eru gigantískar upphæðir sem við erum að fjalla og það að við séum að horfa 10 milljónir til eða frá breyta engu í stóra samhenginu, bara ekki nokkur. Þannig að við höfum haft þá skoðun í þessu meirihluta að við ætlum að taka þetta bara á kassan vegna þess að það mun til lengri tíma skila því og styðja við íbúa þessa samfélags. Við erum að hækka hvatagreiðslur, sjáðu þið. Við erum að viðhalda samstarfssamningu við íþróttafélögin. Það eru fullt af hlutur sem við erum að gera sem ekki teljast til lögbundinna þjónustu. Við erum að styðja við Janusarverkefnið, sjáðu þið. Þannig að þetta er allt verkefni sem við vitum að skila okkur miklu til framtíðar. Og við ætlum ekki að skera niður þessi verkefni. Við þurfum að hafa fólk til að sinna þessu. Það búið að vera mikið álag á öllum okkar starfsmönnum á þessu ári og við verðum að standa við bakið á fólkinu okkar þegar að það þarf mest á því að halda. Og við þurfum líka mest á því að halda, sjáum við. Ég ætla nú kannski ekki að eyða miklum tíma í söguskýringar og ég tek það ekki nærri mér þó ég sé gagnrýndur og skammaður og mér finnst það bara allt í lagi að ég sé skammaður stöku sinnum. En af því að það fór nú eitthvað fyrir brjóstið á bæjarfulltrúa Margréti Sandis að hér hafi nú verið rifjaður upp við skilnaði Sjálfstæðisflokksins á sínum tíma. En mér langar bara að benda á að flétta upp ársreikningi 2007, skoða hann árið eftir að herinn fór. Það er ágætis lesning að sjá hvernig staðan var á sveitarfélaginu árið eftir að herinn fór. Ég ætla ekki að segja meir það, en það er bara ágætt að fólk svona átti sig á því hver staða sveitarfélagsins var árið eftir að herinn fór. Mér langar að benda á að því að við erum auðvitað þetta eru erfiðleikar og við vitum í raun og veru ekkert hvernig eins og bæjarfulltrúi Baldur sagði svo rétt hérna í upphafi. Þessi áætlun getur verið farin út af borðinu bara strax eftir áramót. Þannig er óvissan. En mér langar að benda á ákveðna hluti í þessari útkomuspá 2020 sem að ég vil bara gera fyrirvara við. Þar eru skrifaðar inn afskriftir upp á 723 milljónir, en afskriftir sveitarfélagsins í fyrra voru ekki nema 500 milljónir. Og afskriftir á næsta ári verða 524. Þannig að ég get alveg séð fyrir mér að þessi tala fari niður 200 milljónir. Sem að bæti þá niðurstöðutölun okkar úr milljarði á sveitasjóði niður í 800 milljónir. Og síðan hef ég, og áður talað það, mér finnst vera of áætlaði lífeyrisskuldbindingar á þessu ári sem umfram það sem við höfum verið að greiða í lífeyrisskuldbindingar undanfarin ár og reiknum með og væntum þess að greiða í þær á næstu árum. Þannig að ég get alveg séð fyrir mér
að þessi tala sem við erum að horfa þarna núna upp á rúma milljarð á sveitasjóði, hún gæti farið niður í svona 700 milljónir. Þannig að niðurstaðan gæti orðið svo að þetta verði ekki eins slæmt eins og við erum að horfa á núna. Annað sem mig langar að benda á, og það varðar jöfnunarsjóðinn. Við erum ekkert alveg klár á því hvort að jöfnunarsjóðurinn eigi eftir að minnka á næsta ári, þó að það sé skrifað inn í áætlunina núna. Vegna þess að það að verða breyting á tekjum annarra sveitarfélaga. Tekjur annarra sveitarfélaga sums staðar að hækka. Meðal annars hjá þeim sveitarfélögum sem að jöfnunarsjóður miðar okkur við, sem eru þá sveitarfélög frá 10.000 upp í 20.000. Og við getum þá nefnt Hafnarfjörð, Kópavog, Seltjarnarnes, Garðabæ. Þessi sveitarfélög ekki að verða fyrir eins miklu tekjufalli og við, og sums staðar eru tekjur að aukast. Það mun þýða skerðingu hjá þeim í jöfnunarsjóði sem mun koma okkur til góða hugsanlega á næstu árum. Næsta ári vænti ég og jafnvel lengra fram í tímann. En ég ætla bara að vonast til þess að það sem hér hefur verið sagt að bóluefni geti hjálpað til strax snemma á næsta ári muni bara breyta allir í þessari tekjuáætlun okkar til hins góða. Þannig að niðurstaðan á næsta ári verði ekki þessi gigantíska halli sem við erum að horfast í augu við núna, heldur eitthvað allt annað og betra. Og við væntum þess bara og vonum að slíkt gerist, sjá við. En ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta að við erum bara, eins og hér hefur verið sagt, þetta eru náttúruhamfarir, þetta eru efnahagslega náttúruhamfarir sem að eiga sér stað hér á Íslandi og í mörgum öðrum löndum og við verðum bara að gera svo vel að takast á við það. En svona til þess að klára þessa umræðu áður en verið gengið til atkvæða og afgreiðslu á þessari fjárhagsáætlun, þá ætla ég að gefa bæjarstjóra orðið. Já, þakka fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég nú byrja á því að þakka bara fína umræðu og fyrir hönd okkar starfsmanna að þakka bæjarfulltrúum fyrir hlý orð í garð starfsmanna sveitarfélagsins sem að hafa réttilega lagt sig í líma og lagt sig mikið fram í þessari vinnu sem og annari vinnu á árinu. Og ég vil sérstaklega nefna fjármálastjóra og starfsmenn fjármálasviðs, sviðsstjórana, bæjarlögmann og forstöðumann Súlunar, hafnarstjóran og svo náttúrulega forstöðumenn stofnana og bara alla starfsmenn í sjálfu sér. Það hafa allir lagt sig 150% fram bæði við að halda starfseminni í eins lítið breyttum farvegi og hægt á árinu en svo náttúrulega sérstaklega í þessari fjárhagsáætlunargerð sem að hér til umræðu. Þannig að mína bestu þakkir, kæru samstarfsmenn. Við búum svo vel að í þessum hópi starfsmanna ekki bara fullt af velmenntuðu, kláru og klóku fólki sem viljugt og brennur fyrir því að ná árangri í starfi fyrir sveitarfélagið og íbúa þess. Heldur þá líka mjög stór hópur og mikil, held ég meirihluti ég geti sagt, sem að búin að vera með okkur mjög lengi og tók þátt í þessum aðgerðum öllum sem að við fórum í 2014 og árið þar á eftir. Þannig að ég finn það bara á kraftinum og viljanum og dugnaðnum og áræðninni í hópnum að menn eru ekkert að fara að gefast neitt upp þó á móti blási núna. Menn eru bara tilbúnir í að taka aftur þessar æfingar sem að farið var í þá og verandi reynslunni ríkari. Nú ég vil þá líka nefna það að þið sem að voruð á og tóku þátt í þessum fjölmörgu erindum á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga á fjármálaráðstefnunni sem var með öðru sniði núna þegar hún var send út í fjarfundum marga föstudaga í röð. Á einum slíkum föstudegi þá talaði Haraldur Líndal, ráðgjafi og fyrrum bæjarstjóri og hagfræðingur hugtak sem heitir núllstillingaráætlun og hann hvatti sveitarfélög til þess að
fara í svo kallaða núllstillingar áætlun eða núllgrunn með reglulegu millibili. Og við Regína og Halla, aðstofamaður minn, við áttum fund með Haraldi og Arnari Haraldsinni sem starfar með honum í síðustu viku og ætlum að fara í þessa vinnu og byrja á stjórnsýslusviðinu sem að samanstendur af skrifstofu stjórnsýslu, skrifstofu fjármála og súlunni og taka þessa æfingu með honum og þeim og fara í gegnum þetta og sjá hvort að þetta skila árangri en Haraldur sannfærður að og hann hefur náttúrulega orðið mikla reynslu í þessu og segir okkur að það komi alltaf eitthvað gott út úr þessu. Bara alltaf. Þannig að við ætlum að taka eina svona æfingu og sjá hverju það skilar. Nú að lokum þá vil ég bara eins og aðrir þakka bæjarfulltrúum fyrir árið. Þetta síðastu fundur bæjarstjórnar á árinu, bæjarráð á eftir að hittast að minnsta kosti einu sinni, ekki tvisvar. Og óska ykkur öllum gleðilegra jóla. Takk fyrir þetta bæjarstjóri. Þá mælendaskrá tæmd og við göngum þá bara til afgreiðslu á þessari áætlun. Þeir sem samþykkt geta fjárhagsáætlun fyrir 2021 til 2024 og sameiginlega Regína stofnana eru beðin að gefa merki. Hún samþykkt með 6 atkvæðum. Þá ætla ég að biðja þá að taka niður hendi sem að hafa samþykkt. Einhver á móti. Það enginn á móti, einhverju sem sitja hjá. Það eru 5 sem sitja hjá. Takk fyrir þetta. Og þá langar mig ágætu bæjarfulltrúar fyrir hönd meirihlutans að leggja hérna fram bókun sem svohljóðandi. Sú fjárhagsáætlun sem nú hefur verið samþykkt sýnir í raun hversu mikil óvissa ríkir stöðu mála í Reykjanesbæ. Samfélagið býr nú við meira atvinnuleysi en við höfum áður þekkt og því reynir verulega á alla innviði þess. Það ekki auðvelt við þessar aðstæður að gera raunhæfar áætlanir þar sem enginn getur sagt fyrir með einhverju vissu hvað muni gerast á nýju ári. Fréttir mögulegt bóluefni gefa hins vegar vonir að hægt verði að aflétta þeim sóttvarnarhöftum sem við höfum búið við innan skamms og við tekið upp venjubundið líf að nýju. Það hefur hins vegar komið í ljós að sveitarfélagið með öllu sínu frábæra starfsfólki hefur getað tekist á við þær miklu áskoranir sem kórónuveirufaraldrinum hefur fylgt. Það hefur reynt verulega á framlínu starfsfólkið okkar sem ekki hefur talið eftir sér að vinna sín störf af kostgæfni á sama tíma og það hefur sjálft staðið frammi fyrir verulegri smithættu. Sú fórnfýsi verður seint full þökkuð. Á nýju ári þarf að mæta nýjum áskorunum og útlitir fyrir að þær geti orðið aðrar og auðveldara viðfangs en gert var ráð fyrir þegar samþykktar áætlanir voru unnar. Hins vegar hefur þeirri stefnu verið fylgt hríð að áætla tekjur varlega en útgjöld ríflega og hafa þá borð fyrir báru ef eitthvað gerist sem takast þarf á við. Mýmörg verkefni eru í gangi sem sveitarfélagið með á sinni könnu og má meðal annars nefna þá miklu uppbyggingu skóla og íþróttamannvirkja sem nú á sér stað í Innri-Njarðvík. Nýr gervigrasvöllur verður svo tekinn í notkun með hækkandi sól
og verið að gera miklar endurbætur í sundmiðstöð með nýrri vatnsrennibraut, nýju gufubaði og heitum pottum. Þá hafa göngustígar verið lagfærðir og stefnt að framhaldi á því verkefni á nýju ári. Þá væntum við þess að sjá verkefni sem ríkið sinnir fara í gang á nýju ári, svo sem byggingu nýrrar heilsugæslustöðvar, byggingu nýs hjúkrunarheimilis og einnig munum við sjá metnaðarfullar framkvæmdir fara af stað hjá skipasmíðastöð Njarðvíkur ef áætlanir ganga eftir. Þá hefur Samherji til skoðunar hvort fýsilegt sé að koma fyrir laxeldi í Helguvík sem mun, ef af verður, hafa mikla og jákvæða þýðingu fyrir Suðurnesin í heild. Reykjanesbær sem samfélag heldur því áfram að vaxa og dafna á nýju ári. Við sjáum ný hverfi verða til og íbúum mun halda áfram að fjölga. Þjónusta við íbúa verður aukin með auðveldara rafrænu aðgengi, hækkun verður á hvatagreiðslum, framlenging á samstarfssamningu við íþróttafélögin og stuðningi við Janusarverkefnið og hækkun á fjárhagsaðstoð svo eitthvað sé nefnt. Þannig forgangsröðum við í átt að aukinni velferð bæjarbúa. Við viljum færa starfsfólki Reykjanesbæjar og íbúum öllum bestu þakkir fyrir ánægjuleg samskipti á árinu sem að líða með von gleðileg jól og farsæld á nýju ári. Og undir þetta skrifa Guðbrandur Einarsson, Friðjón Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Jóhann Friðrik Friðriksson og Díana Hilmarsdóttir. Ágæta bæjarfulltrúar, ég sé að Margrét Þórarinsdóttir hefur beðið orðið. Nei, þetta bara síðan áðan, byrst afsökunar, glemt að taka hendina niður. Takk fyrir Margrét. En þá, ágæta bæjarfulltrúar, þá erum við bara komin að leiðarlokum á þessum fundi og mér langar að þakka ykkur, þetta síðasti fundurinn á árinu, síðasti bæjarstjórnarfundurinn á árinu, bæjarráðsmenn eiga eftir að hittast eitthvað til viðbótar, en ég vil að lokum þakka ykkur fyrir gott samstarf á árinu og óska ykkur og fjölskyldum ykkar gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Nú munu skrifara síðan hefjast handa við að ganga frá fundargerð og af því að hún við samþykki fundargerðina rafrænt, þá þessum fundi lokið og ég segi 601. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið. Takk fyrir.